Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Í klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumáli. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Aron Pálmason einn besti handboltamaður Íslands. Hann byrjaði ferilinn hjá FH en 19 ára fór hann út í atvinnumennskuna þegar hann fór til Kiel sem Alfreð Gíslason þjálfaði. Aron hefur leikið í mörgum af bestu liðum heims eins og Kiel, West Brom, Barcelona og Álaborg og jú sjálfsögðu FH. Hann hefur sópað til sín titlum með öllum liðunum ef ég skil það rétt og nýkjörinn íþróttamaður FH. Snorri Steinn landsliðsþjálfari settist hjá mér daginn og ég hveti til að hlusta þann þátt ef þú eftir að gera það en hann sagði að Óli Steff og Aron Pálma væru bestu handboltamenn sem við höfum átt. Þá lýsti hann Aroni sem tignalegum handboltamanni, sagði hann yfirvegan með engar tilviljanir, ekkert as og veður ekki neitt. Þegar ég spurði hvor væri klókari, Aron eða Snorri, þá sagði Snorri að þeir væri líklega jafn klókir en svo tikkaði Aron betur í öll hinn bóksin. Ertu sammála Snorra? Já, ég verði að vera það. Hann þjálfari minn, sko. Já, satt. En þú náður ekki að spila með Óla Steff, var það nokkuð? Jú. Ég, reynda þegar ég kem inn í landsliðið, þá Óli í einhverju ársfríi eða eitthvað, hann rétt eftir 2008 Ólympíuleikana. Já. Og hann að spila ekki með honum fyrsta, hvort það var 1 ár eða 1,5 ár, eitthvað svolítið. Já. En svo kemur hann inn fyrir EM 2010. Já, ok, hann var með ykkur þar, já. Já. Ok, en þú nefnilega ferði í landsliðið 2008, Já. En fórst ekki Ólympíuleikana? Nei, ég valinn í fyrsta glugga eftir Ólympíuleikana. Ok, ég var að reyna að púsla þessu saman. Já, þessar Ólympíuleikar voru eiginlega 1 til 2 árum og snemma, Fyrir þig? Já. Þú veist, ég 9 árin 18 ára, spila heima og bara náttúrulega geðveikt lið, og ég var ekki tilbúin í það, Nei, þú veist það, en varstu svektur? Að hafa mistað þessu Nei, það var ekki, ég hef aldrei verið valinn annað, þú veist, og það var alveg, auðvitað var ég, þú veist, ég var svona á leiðinni, Já. En ég var ekki svektur að hafa ekki farið í staðin fyrir, þú veist, Snorra Stein eða Arnór Atla að lofa Geirs í præminu, þú veist, ég fattaði alveg að ég stætti ekki erindi, en maður var skilur samt, þú veist, 17. maður eða kannski 18. 19. maður eða eitthvað. Já. Þannig að, en ég kom inn bara, eins og ég segi, fyrsta glugga eftir það. Hvernig að vera þessi 18. 19. eitthvað maður? Þú veist, ertu með einhverju vona að vera einhvern tímann kallaður inn? Nei, ég að segja það að ég var það, en ég samt hugsaði ekkit út í það. Nei, skilur, þú veist, að því að var ekki búið að velja mig og þannig, og svo þegar ég valinn hann eftir þetta, þá náttúrulega, þú veist, hef ég alltaf verið valinn. Já. Þannig að hef aldrei upplifað það í rauninni. Nei. Svo talaði Snorra eins svona einhvern X-faktor. Hvað myndir þú segja að væri þinn X-faktor? Sem handboltamaður? Já, minn X-faktor, það kannski... Já, góð punktur, það góð spurning. Tignalegin. Tignalegin, Nei, ég held að sé kannski bara svona, mér líður vel þegar að mikið undir. Já. Þú veist, því svona stærri kannski sem leikirnir eru og minna eftir að leikjónum og það jafnt, þá svona, þú veist, ég fíla þau moment. Já. Það ekki panik eða það einhvern veginn svona Nei, já, það svona þá eiginlega svona fæ ég það er svo geðveikt að finna þá einhvern veginn adrenalinkikkið, ég fæ ekkert mikið út úr því, þú veist svona kannski eitthvað rétt fyrir leik eða í fyrri hálfleik eða eitthvað á leikjum, það er meira þarna þegar að þú veist það er bara 3 mínútur eftir það er jafnt stoppa tímina þegar það er verið að þurrka gólfið eða eitthvað og þú ert bara lítur á klukkuna og bara þú veist. Let's do it. Já, þú veist, þú ert bara að fara að vinna leik, skilur. Það er svo ekki. Herðu, en áður en við byrjum þetta svona alveg þá ætla ég að fá að þakka samstarfsaðilum Klefans. Það er Auður. Nú ættum við öll að vera búin að setja okkur fjárhagsleg markmið fyrir árið og byrja að spara með Auði. Sparnareikningurinn sem allir ættu að sjálfsögða eiga. Það er ekkert mál að stofna reikning og byrja að ávaxta. Hafið fiskverslun. Fiskur er próteinríkur og góð næring fyrir allar íþróttafjölskyldur. Og bara fiskur ætti alltaf að vera reglulega í matinn. Hafið fiskverslun er með 2 verslanir í Hlíðarsmára eða í Spönginni.
Lemon, ferskur og hollur matur fyrir fólk sem að huga heilsunni, alltaf hollar nýjungar hjá þeim og mæli með engi fyrir skotunum svona í byrjun ás. Detox-djúsanir eru líka alveg top nice, en Nutrileng smýr og mikið liðin á aðstofi að byggja upp brjóski aftur. Nú ert þú orðið 34 ára, hefur þú prófað Nutrileng? Heldur þú sérst að leiðinu þangað? Já, þú veist, ég er opinn fyrir öllu, sko. Þú veist, maður er komið þangað, eins og segir. Búin að vera úti núna á þessu leveli í, 15-16 ár og þannig að já, það, þú veist, einhvern veginn vinnudagurinn lengist alltaf með hverju árinu, sko. Já. Ég fekk spurningar svo frá yngra handboltafólki og áhugamönnum, þannig að þú veist að því ég er svona samtvinnað aðeins inni, en nú erum við að taka þetta bara út rétt bara þegar að fara í næstu viku. Hvernig leggst HM í þig? Mjög vel, sko. Svona persónulega þá held ég bara, ég hafi sjaldan verið svona mótiveraður á ferlinum. Það? Nú erum maður spenntur. Já, þú veist, það er svona þetta múf hjá mér daginn að fara aftur út. Já. Þú veist, koma heim og svo fara aftur, það er einhvern veginn svona, já, ég finn það allavega svona, ég kannski, þú veist, ég veit ekki, kom með leiða eða eitthvað, þú veist, ég var búin að vera í 14 ár straight, 12 í rauninni 1, sko, þú veist, og og svona þú veist, og þess kannski eitthvað að vera að tala illum Danmörk eða Álaborg eða eitthvað, þá bara svona fíla ég mig minnst þar. Já, ok. Þannig að ég svona, já, þetta skref að taka, að koma heim, finn ég bara hvað gerði hrikalega mikið fyrir mig svona eftir á. Það er að segja, eftir ég tók þá ákvörðun að fara síðan aftur út. Þannig að ég bara, já, fáralega peppaður fyrir þessu móti, sko. Þannig að það var bara svona svo gott refresh. Já, algjörlega, og eða sko, bæði það en líka svona approachið á í rauninni ferilinn og á handboltan og á vinnuna. Approachið, hvað mennur? Já, sem sagt, þú veist, það er að segja, þú veist, ef við tökum hana fyrstu 14 árin, þá var þetta, þú veist, þetta var fljótt, sko, náttúrulega fyrst er þetta áhugamálið þitt, svo er þetta mjög fljótt að breytast í vinnuna hérna. Okay. Þú veist, þó svo að, þú veist, tala allir vinna við áhugamálið og allt það, að þú veist, handbolti bara búin að út í ár, þá er þetta ekkert lengur áhugamál, sko. Skilur, það er bara, þú veist, það er löngu farið, sko. Já. Og þú varst einhvern veginn, sko, að keyra þig alltaf áfram á bara þessu að vinna, númer 1, 2 og 3, vinna titla, þú veist, bæta á CV-ið, bæta þig sem leikmann, árangur með landsliðinu, þú hélst þér upp í þarna, sko, og þú veist, ár eftir ár, og svo var ég náttúrulega, þú veist, í þannig klubbum að maður var alltaf að vinna titla, þannig að þú veist, alltaf að, þú veist, ok, að bara bæta öðrum við og alltaf finna fleiri og fleiri áskoranir, sko. Já. Svo einhvern veginn lít ég, þú veist, og þú varst eða aldrei, þú varst á meðan það var, þú veist, þú varst aldrei eitthvað kannski, af því að þú varst, sko, þú vart að vera svo kokki í þessum heimi. Já. Að þú varst aldrei þakklátur. Nei. Skilur? Þú vilt alltaf meira. Þú vilt alltaf meira, þú ert aldrei nógu sáttur með sjálfa þig, sem er gott, og einhvern veginn, hvað ég segja, þetta leiður eftir þér, að þá hugsaðu, auðvitað eftir mér. Skilur? Þú veist, þú veist, þú fer í samninga við þér, þú fer inn á æfingi og nýju liði og þú ætlar að slá gæðan út. Skilur, bara hvað, þú veist, þú fer í samninga við nýtt lið eða klubbin, þú veist, þá byrjar alltaf hérna og bara þeir eiga að borga með þetta og þú svona, þú veist, það var alltaf þetta approach, bara, þú veist, vera kokki, vera með kassan úti og það er bara sem að þarf klálega í þessum heimi. Svo svona, ég er ekkert að segja að það sé farið hjá mér, sko, en þetta að þegar að þetta move kemur núna aftur, þegar Vestbrim hefur samband þannig daginn og gerist náttúrulega mjög hratt, að ég finn það, sko, þetta er svona, þú veist, talandi approachið, það er meira svona þakklæti, þú veist, út í coachin, út í klubbin, þú veist, út í FH, út í einhvern veginn bara svona, já, þú veist, konunni til dæmis, skilur, þetta var ekkit auðvelt, skilur, að ég bara farin allt í einu, þú veist, fjölskylda og svona, að þú ert einhvern veginn svona aðeins á, þú veist, öðrum forsendum, en eða sko bara eiginlega, þær forsendum bætast við, sko, skilur, þú ert allt í einu miklu stærra mengi, sko, í staðin fyrir, þú ert að fullorðnast. Já, þetta er klárlega þroski, þú veist, og allt það, en þú veist, ég meina, en ég segi það samt, þú veist, líka, ég meina, ef ég hef ekki komið heim, þá kannski væri ég ennþá fastur í hinnu eða skilur, eða fastur sem að byrkaði nú heldur vel fyrir mig samt en sama, þetta er svona, já, ég myndi segja að það sé svona munurinn, sko.
En þú veist, þú ert búin að fara á milli þessa liða og þú ert búin að vera meistari með þeim öllum, bara að ég held, nema Vestbremur eftir, þess vegna ertu nú að fara þangað. Nei, já, sko, ég hef verið landsmeistari með öllu nema í Danmörku, sko, Jólaborg, en ég var bikameistari þar einu sinni. Já, ég með texta hérna. En sko, þú veist, hvernig, þegar þú veist, þú bara mætir og vinnur allt nema að hérna þegar við unnum eina medalíu, þú hefur unnið eina medalíu með landsliðinu, þú veist, markmið eða hvernig setur þér einhver svona áskoranir og svona heldur þér svona neistanum gangandi? Það sko, ég hef náttúrulega verið í, eins og ég segi, sko, þetta hefur ekkert verið þannig að ég mæti í liðin og þau alltaf bara að vinna, sko. Nei, þú ert að fara í góðu liðin. Já, ég fer í góðu liðin og þegar þú ert þar, sko, þá ekkert, þú þarft ekkert mikið að hugsa að mótivera sjálfa þig, sko. Nei. Þú ert yfirleitt með þjálfara, umhverfið, stjórnina, aðra leikmenn, skilur á sama stað. Þannig að, þú veist, mótiveringin ekkert, þú ert ekkert að vera heima og horfa einhver kópímyndbönd eða eitthvað svoleið, sko. Þú veist, það bara, þú veist, þetta bara umhverfið og þú finnur það og hérna, og þá bara, þú veist, hver æfing og hver leikur, það bara, þú veist, þú ert í þannig umhverfið og mátt bara ekki tapa. Nei. En nú komst það heim í FH og við erum Íslandsmeistarar. Þú hafðir aldrei verið Íslandsmeistari í meistaraflokk með FH að það? Nei, ég var Hvað átti það eftir? Já, ég var í 2 ár hérna í fyrstu deildinni. Já, einmitt. 16 og 17 ára, svo fyrir við upp og þá endum við í, man ekki, 5. sæti eða eitthvað. Þegar ég hérna, svo fer ég bara út, sko. Já, ég veit ekki, sko, ég ætla að segja svona mín fyrsta minning af þér í handboltasalnum. Ég var að þjálfa frjálsar hliðin á. Ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu, en ég fekk það einu sinni til þess að koma og tala við hópið minn. Rammaði eitthvað í þetta? Nei, ég hef gert það frekar oft, sko. Já, en þú ert sko 17-18 ára og þú veist, þú ert bara svona... Nú kannski bara með fyrstu skiptunum sem ég gerði þetta. Ég hugsa það og ég eitthvað svona pikki í því bara, hei, ég er hérna með hóp og við erum að fara að keppa og eitthvað, þú veist, og nennir ekki bara að koma og spjalla við krakkana og þau eru sko 13 ára og þú ert 17-18 ára. Og þau eru í dag þjálfarar með mér núna í frjálsum í dag, mörg þeirra. En málið að þú komst þarna og spjallaðir og ég var alveg ótrúlega impressed hvað þú varst ungur og hvað þú komst þessu vel frá þér, því að þú varst mjög professionalega að gera þetta. En það sem að við ákvaðum að við ætlum að mæta hópur minn, frjálsita hópur minn á leik, við ætlum að sitja þarna og þegar þú skoraði fyrsta markið þá ætlaði að koma og við ákvaðum saman eitthvað merki. Þú og hópurinn ákvaðu eitthvað merki með höndunum eitthvað fagn. Já, og þú skoraðir og þú hleypur að hópnum og gerir þetta merki. Þá var ég orðin fan. Þá náði ég. Já, ég var bara eitthvað, ok, það er eitthvað meira í þessu, þetta er ekki bara einhver handbolta, þú veist, dúddi. Já, ég hef oft sagt frá þessari sögu, sko, ég var mjög impressed og því maður þarf náttúrulega þegar maður er líka, ekki bara þegar maður er orðin stór, heldur þegar maður er að stækka, þá er alltaf einhverju sem er lítið upp til manns. Og ég var mjög hrifin af þessu. En hvernig er stemningin þegar hópurinn mætir svona saman fyrir stórmót? Það er alltaf ógeðslega gaman, sko. Það ekki? Jú, það er alltaf bara, þú veist. Veggferðin að byrja. Já, og það er einhvern veginn, þú veist, ég hef nú verið í mjög skemmtilegum klefum úti, sko. En það er alltaf einhvern veginn, þú veist, bara einstakt að mæta og hitta, þú veist, tala bara íslensku á æfingum og bara hitta alla strákana einhvern veginn, sko. Það er alltaf bara frábæð stemming, sko. Já. En sko, hvernig er skrokkurinn? Þú varst ekki með nefnilega bara núna daginn. Það var að fólk var bara eitthvað, shit. Já, ég eins og þú kannski tókst eftir, þá var ég svolítið duglegur í kriganum, í jólafríinu. Já. Og ég fór aðeins fram mér. Það? Já. Ok. Fékk langt frí. En Nei, það var ekki alveg lett, sko. Þetta var bara... Nei, smáttri. Já, ég er æfing á morgun og ég er full on þar. Ok, en þú ert nefnilega í rosa góðu formi núna, þú er ekkert alltaf held ég verið í svona góðu formi. Nei, nú alltaf verið, þú veist, þokkalegur, sko, en nei, ég er alveg búin að hugsa ekstra, kannski vel mig núna, maður lægir aldurinn. Já, það er aldurinn, það er einhvern veginn, þú veist, þetta er svona típiska dæmið, sko. Já. Nei, en svo kannski er það líka það, ég bara... ég hef verið svona 99-100 kíló eða allar með feril. Já. Og ákvað að prófa að fara bara nýri í 95. Ok.
og það er svona kannski það aðalega sem að fólk tekur eftir Já. svona, þú veist, það er eins og ég hafi bara verið, þú veist, bara, þú veist, í yfirþyngd, sko, þú veist, þegar fólk bara, já, þú lít svo vel út, sko, maður, þú veist, hvað, ég var ekkert, þú veist, hvað er það? Nei, það er svona, já, aðalega það, gerði það daginn og líði bara betur, sko. Ég er með spurninguna, hver er ideal keppnisþyngdin þín? Þannig að það komið á hreint. Já. En eigum við ekki að gefa sjáta á þetta á Hjört Hinriks, hann er nú búin að vera duglegur með þér en að... Jú, heldur betur, hann er búin að halda vel utanum mig núna, hvað, 1,5 ára? Já. Herði, talan 4. Þú ert búin að vera númer 4, 14, 24, 34, 44. Akkur 4? Það er bara út af pappa, sko. Já. Hann var náttúrulega í haugunum í körfunni og var í fjarkanum. Hann var í fjarkanum, já. Varstu mikið svona með honum á leikjum og æfingum? Já, ég er endar sko, náttúrulega á þessum tíma þá hættu náttúrulega menn bara 30, sko, voru eldgamlir þá, sko, þú veist. Hverja þessi 34 ára? Já, þú veist, það var bara þannig. Já. Þannig að ég er svona eiginlega, ég er rétt næ honum, sko. Ég er ekkert með brjálaða minningar úr íþróttahúsinu, sko. Já, hann hættir bara þegar ég er, sko, hvort ég sé 5 ára. Já. Hvað svo leis. Ok. En hvaða íþróttir æðuru þegar þú varst yngri? Ég var náttúrulega ég var í fótbolta til ég var sko 17 ára. Geðveikt, mjög ánægð að heyra það. Já, og svo var ég nú aðeins svona að fikta við körfuna. Já, það var ekki mikið, sko. Nei, en ég var nefnilega í sportsíldinu daginn og Teitur Örlygs, hann sagði að þú hefði nefnilega verið mjög efnilegur í körfunni, sko. Já, við urðum Íslandsmeistarar, sko. Ok. Það var enda pappi, sko, veist nú Björn Daniel í fótboltanum. Hann pappi plataði mig í að æfa einn vetur. Við vorum í 7. bekk. Æfa einn vetur í Haukum. Það er alltaf lagi. Já. Nei, já, og hann ákveður að þjálfa. Ok. Og ég þá bara, ég skal þá taka veturinn all in og pappi næri, sko, ég man fyrir síðustu 2 mótin, sko, það var einhvern stigamóti eða eitthvað og við vorum eitthvað svona jafnir, einhverjum öðrum og næri hann í Björn. Ok. Hann er náttúrulega, þú skoður í öllum íþróttum, sko. Já. Og það sildi þessu heim, ég mældi við nú úrslitaleikin, sko, með 30 stigum eða eitthvað í loka mótinu og urðum Íslandsmeistara, sko. Björn Daniel hefur sagt mér þess að sögu. Já. Ég var ekki að kaupa það, en ég kaupi það núna. Nei, já, og svo bara, já, það er bara hárrétt. Svo, mér fannst nefnilega mjög gaman í körfu, sko. Geðveikt sport og bara ógeðslega gaman að spila það, sko. Mér fannst bara svo leiðilegt að æfa það. Já. Bara, þú veist, en ég fer frekar út í skóla í körfu og leika mér þannig, sko. Já, þetta er eitthvað annað. En En fannst þið gaman að æfa handbolta? Já, mér fannst það gaman, sko. En fótbolta? Já, það var skemmtilegast, sko. Já, það? Já. Gastu eitthvað? Já, ég var fýtt, sko. En svo fikk ég spurningu, þegar þú varst yngri, varstu duglegur að taka aukaæfingar og hvernig aukaæfingar gerður þá, ef þú gerður það? Já, ég var mjög duglegur við það, sko. Það var strax, þú veist, það var náða heila þó mann frekar snemma í að, þú veist, það er ekki æfingin, heldur aukaæfingin sem skapar meistarann. Já. Og það er svolítið svona kaplakrikalegt. Einmitt. Og ég bara... Sko, ég fór frekar langt í því, sko. Þú veist, ég var alveg komin í mér svona skrýtnar pælingar þegar ég var hérna kannski 17-18 ára. Já. Ja, skrýtnar pælingar, ég bara nota allt sem aukaæfingu einhvern veginn. Og ég var mikið í gymminu. Ég fór kannski fram úr mér líka í þessu. Já. Þú veist, það var alveg svona margt til tilbaka óholt sem ég gerði, en ég var alltaf svo paranoiað líka. Ég hugsa alltaf, þú veist, hvað ef þessi er að æfa, eða þú veist, skilur. Og shit, þú veist, ég er bara komin upp í rúm klukkan 10, þú veist, búin að æfa kannski 2 yfir daginn. Já. Og hvað ef hann er bara út að hlaupa núna, þá kannski bara, þú veist, bjó hliðin á kriganum. Já. Fór ég bara eitthvað, þú veist, út á tartan og sippaði og hljóp og bara eitthvað, skilur. Bara Rocky Balboa moment, sko. Já, herri, talandu það, ég bara, þú veist, bunsaði bara þær myndir í ára eða eitthvað. Fór alveg svona all-in, svo man ég, sko, þegar ég var að vinna í kriganum. Að sem besti húsvörður allra tíma þar. Já, ég heyrt það. Já, þá stundu þegar ég lokaði kriganum á kvöldin, klukkan 11 eða eitthvað, og slökkt öll ljósin í salnum. Og það bara þú veist, eitthvað emergency dæmið eiginlega bara alveg dimmt. Já. Þá náði ég stundum í bolta og var að æfa, þú veist, touchið, skilur, drippla og í, þú veist, myrkrinu og ég fór alveg ágætis lengdir með það, sko.
En þegar þú hugsaðir, hvað ef hann er að æfa? Hver var hann? Það var bara einhver sko, ég Já, bjóðum ok. bara til sko. Já, ok, Þú veist, það var ekki einhver ákveð. Nei, það var bara kannski einhver sem ég var nýbúin að spila við í úlingalandsliðinu eða hérna bara einhver, þú veist, og þó, ég notaði svolítið hérna Begga í Haukum, Já. Sigurberg Sveinsson, Já, hann var svona, þú veist, bestur í deildinni þá Einmitt. og hérna, og horfði aðeins, notaði hann aðeins, sko, já, en svo einmitt bara einhvern, sko. já. Hérna, vissirðu strax að þú væri góður? Já, ég held ég hef átt að með á því frekar snemma, sko. Það var alveg, já, ég fann alveg fyrir því frekar snemma. Áttirðu þér einhverja fyrirmynd? Íslenska eða, já, í handbolta? Einhver svona sem þú leist upp til? Sko, já, Ertu að grafa núna? já, eða sko, þú veist, ég nefnilega þoli ekki orðið fyrirmynd, sko. Ok, hvernig viltu orða þetta? Leist upp til eða fylgdistu með? Já, frekar svona að Vildur þú fara í fótspor? Já, þú veist, þú veist, það er ekki svona ég vil verða eins og hann einn daginn. Nei. Það er meira svona að þú veist, horfir á og tekur eitthvað frá mönnum. Já, Þú veist, einmitt, já, kannski líti upp til og já, þú veist, fyrsti er, þú veist, ok, pabbi minn alltaf, þú veist, en það er svona meira sem pabbi, já. þú veist, hérna, en svo, já, Logi Geirs. Já, ég beði eftir þér og myndi segja það. Það er bara, og það sem hann hefur hjálpað mér Já, á mínum ferli, ég vissi frá, það. já, frá því ég var bara ungur, mjög ungur, það er nefnilega, það er bara eitthvað sem ég, þú veist, er bara ómetanlegt, sko, bara og bæði, þú veist, náttúrulega æfingarlega en líka í, hérna, svona andlega og í hausnum, sko, bara, þú veist, það er eitthvað hann á bara fullt í mér, sko. Já, já. Ég man sko, ég held að það hafi verið örugglega eftir ólimpíuleikana eða hvort það hafi verið fyrir að hérna, mátt líka hækka mikrofónu. Þetta er flott. Nei, ég man að hérna Logi, ég held að hann hafi, þú voru að losa hérna. Herri, þetta er flott svona. Já, ok. Já. Ok. Ég man að hérna Logi tók þið með sér upp á hlaupabraut og við vorum að æfa eitthvað fyrstu skrefin eða eitthvað og hérna, já, hann vildi að þú kæmi nefnilega með. Eitthvað, þú veist, þannig að þá hugsaði ég bara, ok, hann er að passa upp á litla Aron, sko. Já, hann kendi mér að æfa auka og allt það, sko, fara yfir grensuna og, þú veist. Já, hann fór vel yfir það, hann hefur komið inn á tíminn. Já. Og hérna, hann fór vel yfir bara, þú veist, hvað aukaðum hann var að gera og þegar hann var að hlaupa upp í rúmi. Já, það var náttúrulega bara, þú veist, já. Það er sem að sýna sko styrkleikan í hausnum á honum sko. Veist, hann endi aldrei að hlaupa sko. Þannig að hann ákvað bara að búa til útihlaup í hausnum sko. Já, og hann er bara í sjá leiðina fór hann niður og svo var ég til hægri og eitthvað svona sko. Svo þegar hann bara var búinn að vera móður. Já, bara það er gott að geta logið svona sjálfur sér sko. Æ, hann er svo dásanlega. Já, ekki. En já, hann sagði mér að þú hefði komið til hans út til Lemgo, eða ekki? Jú. Og þeir eitthvað vildu fá þig og hann eitthvað svo endaði með að þú fórst í Kíl eða eitthvað, var ekki eitthvað þannig? Já, jú, ég fór Fórst eitthvað bara svona einhverju frí eða eitthvað, fyrst að vera með og... Jú, fór bara manni ekki, það er 9. bekk eða eitthvað og þá fór ég heimsókn til hans kíkti á æfingar og þeir gerðu við mig einhvern pre-kontrakt eða eitthvað Já. sem að basically þýtti ekki neitt sko. Nei, skilur, þeir voru bara svona að reyna að lokka þig. Já, bæði að lokka mig en það sem að ég man að Logi sagði mig sko, hann sagði bara, þú ert ekki að festa þig neitt, þetta er bara auglýsing, bara geðveikt, nú er allir klúbar eftir að horfa á þig, þannig að ég notfærið mér það sko, þannig og hérna, 9. bekk þetta, já, manni hvernig þetta var og svo bara, þú veist, já, svo þeir áttu engan einhvern forkaupsrétt á mér eða neitt þannig sko, þetta var bara eitthvað svona einmitt, já, eins og segir, þeir eru glerinn að lokka mig og ég, nota þá, þetta var Vinn-vinn bara. Já, ég, hérna, svo bara kaupi Kíl mig og þið þurfti ekkert að hafa sambandi þá eða hvernig það var sko. Var það Alfreð sem hafði sambandi þig? Þú ferði út 2009 og ertum alveg til 2015 sko. Já, hann hérna hefur samband. Hvernig var að fara svona ungur út? Þetta var örugglega ekki verið erfið ákvörðun. Nei, þetta var alls ekki erfið ákvörðun sko. Nei. Og þetta var bara geðveikt sko. Já. Þetta var, ég eiginlega fattaði ekki þá strögglið sem ég var í fyrsta árið sko.
það þú veist, nei, Segðu okkur frá því. ég sá það ekki, sko, Nei, þú veist, en þegar ég lít tilbaka, þú veist, bara fullt af hluti, þú veist, ég kunni ekki, ég kunni á alla brjóta saman ból, sko, þú veist, Einmitt. það bara algjörlega búið að sjá litla strákin henni í Selberginu, sko, já, og þú veist, ég kunni alltaf ekki að elda og ekki, þú veist, ég vissi bara ekki hvað reikningu var og þú veist, name it, sko, og það var svona, þú veist, og ég gleymi ekki þegar mamma, þau koma með mig fyrstu 2-3 vikurnar út og já, viltu ekki hafa þrifkonu sem að kemur svona einu sinni í viku og ég bara, ég bara eitt, sko, slaka á, ég get alveg þrifið eftir sjálfum mig, sko, og hún var nú reyndar ráðin hann eftir mánuð eða eitthvað að minni mig, sko, og hérna, en fókusin var bara svo mikill, þú veist, á handboltan, á að standa sig að, þú veist, þetta var ekkit vesen, nei, skilur. nei. Addi þetta, hann er líka búin að koma hingað Já. og hann mitt segir, sko, þú veist, núna hann alveg bara við pössum upp á að hennar fólk, að ungt íþróttafólk, það kann ákveðna hluti, sko, þegar það fer Já. út. Þeir reyna það allavega. Já, en eins og ég segi, sko, þú veist, þetta ásamt að vera þannig að, þú veist, þegar þú ert að fara út, þú veist, þú ert búin að leggja allt í það að ná svona langt og komast á svona stað, þú veist, hvað, þú veist, þá skiptir einhver máli maður, hvort þú kunnir ekki elda eða þrífa þér eða hvað, þú veist, þú getur lært að bara on the go, en þú veist, þú ert bara fókuseraður á að þetta er svo, þetta er líka svo einangra, þú veist, þú ert ekki að gera neitt annað, skilur, þú ert bara að æfa, þú veist, 3 tíma á dag eða þú veist, þú ert í höllinni kannski 3, max 4 tíma á dag, að hérna, þú veist, þú bara, þú veist, það er aðal, sko, þó svo auðvitað vilt hafa reynd í kringu og borða góða mat, en ég er að segja svona, þú veist, að ég skilur, eins og ég tala um það, Já, þú veist, að það bara, þú veist, þetta var ekkert vesen, sko. nei, sjálfs ekki. Fólk bjarga sér. Já, þá bara, og klúbbarnir eru nú yfirleitt með einhvern skrifstofunu sem að hjálpa þér, sko. Já, en hérna, hvernig, þú veist, nú segir þið hvað, 3-4 tímar hartu í höllinu eitthvað, þú veist, hvað gerir maður? Ertu bara að vakna 10 morgumatur og eða eitthvað, eða? Já, eða þú veist, sem ég sagði reyndar henni byrjun, sko, þá eru, þú veist, vinnudagur núna aðeins lengri núna með aldrinum, sko. Maður er alltaf meira aðeins í sjúkraherbygginu og heitt og kalt og allt þetta. Nei, þetta er bara basic dagur. Þú veist, það er bara að vakna milli 7-8, slis. Vídeó byrja 9:30. Þannig að þú er komin kannski í höllina, þú veist, getur verið komin 9 stundu kortir í, fer eftir og ætlar að kíkja eitthvað í sjúkraþjálfun, eða hvað það er. Svo bara vídeo í, þú veist, stundum er það 20 mínútur, stundum hálftími, stundum 45 mínútur. Eru þið þá að fara yfir bara næsta lið sem er að spila við? Já, alltaf bara næsta lið. Svo er æfing á parkettinu bara í kannski, klukkutíma kortir, eða 1,5 kannski. Og svo eftir það er bara, já, svo eftir það basically ertu búinn, sko. Þú veist, þannig að þú getur alveg, þú veist, ef að vídeóið er stutt og hérna, æfingin gengur vel, hann bætir ekki við eitthvað hana, þá hérna, þú veist, þá getur bara verið, þú veist, labba út úr höllinni bara klukkan 12, sko. En er þetta þá samt ekki bara stundum svolítið leiðilegt? Jó, eftir með svolítið mikið eftir að deginum, sko. Já. Þú veist, þú ert þess að fylla upp í. Já. En hérna, nei, menna, þú veist, en eins og ég segi, maður svona fer aðeins og tegir aðeins og kíkir aðeins á sjúkraþjálfarana og fer í heitt og kalt og þannig að maður kannski er að labba út, þú veist, milli 1 og 2. Og hérna, og jú, eins og fyrir mig, þú veist, nú er ég náttúrulega bara einn úti og hef yfirleitt verið það, að hérna, þá er yfirleitt, já, þá er lunch, svo er siesta. Ok. Getur það örugglega ekki hérna heima? Nei, svona yfirleitt ekki, ja, svona, ef það, já, svona, maður reynir ofta svona eins og gengur það ekki, en hérna, nei, ég hef alveg verið mikið í því úti og ég fann það í mig svona seinni árum, sko, þú veist, maður þurfti alltaf minna og minna að leggja sig, sko, með árunum. Já. En hérna, þá er ég, núna er ég oftaði bara til þess að mitt, eða tímanum, sko. Já. Skilur þannig, ef ég er svona, þú veist, búin á öllu eða er eitthvað, skilur þá bara svona, það er bara, þú veist, 5 tímar í dinner, sko, þú veist. Já, þau skilur það er bara þannig. Og hérna, en svo bara, þú veist, finnir maður sér eitthvað að gera. Það er alveg hægt að gera helling með þér. Já, en hvernig var þið tekið? Þú komst út hvað 18 ára, eða ekki? Þú veist, eru aðrir 19, líka að koma, þú veist, í svona stór lið, svona snemma, eða? Nei, það var allavega ekki algengt þá, ég veit nú ekki hvernig þetta er í dag. Ég hugsa ekki, sko. Það er ekki mikið um það, nei.
Varst þú bara einhver lítill íslenskur vitleysingur sem að Alfreð sóta heimann eða? Já, eða kannski ekki beint vitleysingur sko. Ég var mér fannst ég alveg, auðvitað rækki mig á alveg nokkru sinnum, þú veist, bara einmitt út af reynsluleysi sko. Já. En þú veist, ég var alltaf bara mikla virðingu fyrir öllu og var mjög pró hvað það var þar, þú veist. En það var alveg, þú veist, það kom alveg upp, þú veist, eitthvað sem maður hefði kannski, hvað ég segja, ekki gert í dag, þú veist, maður var svona, já, maður var alltaf mjög kokki á þessum tíma líka, þú veist, og bara, maður ætlaði sér svo mikla og stóra hluti og svo hratt, sko, þú veist, að maður alveg hljópa á nokkra veggi, sko. Þú veist líka alin upp af Logageir. Já, alin upp á Logageir, sko, þannig að það er ekkit betri en ég, sko, þú veist, þannig að, nei, þannig að, en ég bara samt ótrúlega sáttur með fyrsta múfið og verða við ekki það mjög heppin með í rauninni þjálfara hvert ég fer allavega hann kunni allavega vel á mig sko. Já. Ég var með smá áhyggjur að þegar þú varst að fara út sumar aðan að ferða út af því að þú ætlaðir að þingja þig þú ætlaðir að massast og fórst til vinar okkar Egils Gilsarans og ég var alveg bara, shit, þú veist, hann kann ekki íþróttaliftingar og svo sá ég þið náttúrulega þingjast og allt þetta og ég alveg bara, þú veist, það er bara einskvæmt að hann bara rífi ekki bísepp eða verði alltaf stífur í öxlunum og eitthvað og ég man og við áttum þetta samtali, ég var alltaf bara, hey, þú verður að fara að valega en þegar þú kemur út, hvernig var standið að þér? Sko, ég sérst vorið 2008 Nei, 2009 ég fer út þarna sumarið 2009 og vorið 2009 fer ég í hnéðagerð og er frá þá basically, við vorum dottnir út hérna heima þannig að þá bara sendi Kíl mig basically í aðgerð og er frá í 3 mánuði og þarna er ég bara, þú veist, fór í aðgerð á hnénu, má ekki gera neitt á neðri þannig að ég fer náttúrulega bara all in í gymmið á efri og ég bara, þú veist var allt og stór og mikill þar sko. Ég sagði það við þig, ég var bara þess að tút og stór sko. Nei, allt og stór sko, bara hafði ekkert við að gera. Nei. Og stífur og allt þetta og ég kem út sko, fyrir hann að hitti læknin og allt þetta og hann bara horfir á mig, ekkert búin að gera neðri sko. Chicken legs. Hann sagði bara, hann kallaði mig öfugt jólatrí. Ok. Ég tók þessum frósi sko. Sjálfsögðu, alveg upp að Logageir. Já, þakkaði fyrir, stóð svona sko. Ég var 108 kíló mest. Já, nei. Það er rosalegt sko, það er bara, það er 13 kíló meira en ég er í dag sko. Já. Ég man, því ég var með áhyggjur sko. Já, þetta var bara, ég þurfti nýjan fataskáp og þetta var bara hrikalt, ég sé myndir af mér. Ég bara labbaði svona, bara með axlir og með strípurnar og allt það, en það var náttúrulega bara farið all in í það, þú veist, ég var alveg fljótur að, þú veist, ná því og, ná að jafna þetta eins út, sko. Já. Og náttúrulega, þú veist, þegar ég byrjaði að brenna og eitthvað, þú veist. Kannski fín grunnur, sko, en já. Já, fínasti grunnur, en ég, þú veist, en svona, maður hefði kannski farið öðru að þessu, maður hefði vitað meira. Hlusta Silju sína. Já. Ég reyndi. En þú veist, á þessum árum, 2009-2015, það var sko heldur betur margt gott sem gerðist. Því að 2010 Rookie of the Year í Bundesliga, 2012 Íþróttamæður ársins, 2012 Ólympíuleikunum valin í All-Star Team, 2014 MVP í Championship League Final Four. Bara top of the world. Þetta var ansið góð byrjun maður. Já, mjög, bara frábæð byrjun sko, við erum, 5 sinnum á 6 árum Þýskalandsmeistarar, 2 Champions League og bara, geðveikt sko. Voru fyrstu titlarnir bestir eða? Nei, eiginlega ekki sko, það er því að þá var ég ekkert í svo stóri rullu sko, þú veist, ég er náttúrulega bara 19 hana og fannst það náttúrulega algjör þvæla að vera ekki stærra hlutverki sko. Sjálfsög. Þannig að nei, ég myndi segja að þú seinni titlarnir eða svona seinni 3 árin voru svona, þá var maður orðin skilur komin í alveg hlutverk og það var svona sætara sko. Herru, svo er það Vesprem 2015 til 2017. Okkur ákvæmst að fara frá Kíl? Sko
já, ég var búin að vera þarna þetta, ég svona tók þess ákvörðun 2000 og loka ást 2014 já, hversleis Já, og þá var þetta eiginlega sko að framlengja við þá þú veist, þá til skilur 2018-19 þú veist, og þá eiginlega, þá hugsaði ég sko, ok, þá ætla ég, veist, já, ég ætla að spila hérna þá í 10 ár þú veist, þá færði eitthvað svona myndaður upp í höllina og eitthvað þannig og þú veist, eða þá að fara einmitt núna og hérna fara bara í eitthvað allt annað þú veist, Kiel var svona eiginlega pínu svona eins og FH fyrir mér já, þú veist, ég var ekki að fara það eitthvað annarlega í Þýskalandi nei, og hérna og ég eiginlega bara, já, ég svona þú veist, tók bara þú veist, þá ákvörðun að svona, herra, jú, ég ætla ekki að festast hérna, skilur, þú veist, ég ætla ekki að festa mig hérna í 4-5 ári viðbót og bara prófa eitthvað annað, sko. Og Alfred, hann skildi það alveg. Nei, hann skildi það bara alls ekki, sko. Myndi það mitt. Já, nei, hann, þú veist, þeir buðu mér alveg samning og allt það og, þú veist, og svo alveg bara líka með að vera hreinskilin með það, þú veist, þá bara þú veist, þegar maður var að fá samninga hérna og þaðan, þá, þú veist, skipti það líka alveg máli, peningurinn. Já. Þó svo eins og ég segi, ég var alveg svona til í bæði, en ég var samt, þú veist, opnari fyrir því að fara eitthvað annað, skilur, þó svo að, þú veist, ég var alveg að velja á milli svona bara tekja, náttúrulega, frábæra hluta, sko. Já, þannig að, já, svo bara sýndu eiginlega Veszprém, bæði sýndu mér bara fárulega áhuga, mikið áhuga og mér fannst þeir bara með eiginlega besta liðið í Evrópu, sko. Já, ok. Voru einhverja hetjur þarna? Já, þeir voru bara geðveikt lið, sko. Og hérna, og það voru 2 þarna sem ég hafði spilað með í Kiel áður og talaði mikið við þá þarna og þeir sögðu mig hvernig það virkaði þarna og hérna, og eins og ég segi, ef maður bara lítur á lið sem ég er í þar, sko, þá er það bara, þú veist, ég man ekki hvort það fyrra eða seinna árið sem að bara, seinna árið minu, sem við förum í úrslitaleikin. Ég held að það sé bara besta lið allra tíma sem hefur ekki unnið, sko. Já, ok. Þú veist, og meiri segja bara, já, og með liðum sem hafa unnið, sko, þetta er bara ótrúlegt að við höfum ekki unnið meistaraldirna, sko. Var svona menningasjokk að fara allt inn til Ungverjalands? Já, mikið, sko. Hvernig það? Mjög mikið, sérstaklega Veszprém, sko. Það er bara, þú veist, svolítið austar í Evrópu og hérna og bara tekur þið aðeins aftur í tíman, sko. Þú veist, já, bara göturnar og byggingar og einhvern veginn svona, og það var allt svona sérstaklega munun á Þýskalandi, sko, það sem er bara, þú veist bara nákvæmlega, það er allt kassalega, það er enga tilviljanir og ekkert skilur bara, þú veist nákvæmlega bara, þessi 12 mánuðir líta svona út. Já. Og ef eitthvað kemur upp, þá er allt bara að fara eftir röð og reglu og þetta er að læra, tala fyrst í þennan og meðan að þú veist koma til Veszprém og það er kannski aðeins meira svo hér, sko. Já. Þú veist bara, fuck it, þetta reddast, skilur. Já, fínt bara. Já, og svona, og það var meira svona, þú veist, í Þýskalandi varstu meira eins og almennu borgari, þú þurftir að haga það þannig, en þegar þú kostið Veszprém, þá varstu leikmaður Veszprém og þeir bara trýtuðu þig þannig og basically leiði þér að finna það bara, já, svo ef þetta ekki, þá bara heyri okkur og við fixum þetta og mix og eitthvað svona, þú veist, sem var fyndið, sko, þú veist, en gaman að upplifa það, sko. Já. Það hefur reyndar breyst aðeins núna, sko, en samt en það aðeins. Aðeins, en svo ferði 2017 og það var eitthvað vesen. Ég fann einhverja headline Aron aftur til Veszprém eftir storma saman viðskilnað og þetta var eitthvað rosa mikið læti en fólk held að mér fannst skrítið að vera að fara aftur því nú ertu náttúrulega þar í dag en fólk er ekkert eitthvað að tala um þetta í dag eða nokkuð. Nei. Það er öllum drullu sama. Já, það er aðalega fjölmiðlar heima sem hafa verið að blása upp, sko. Já, var það ekki? Já, þú veist, auðvitað var þetta leiðilegu viðskilnaður, sko og jú, það var eitthvað smá svona húlumhæ með þetta en svo bara gekk þetta í gegn og hérna og þú veist, það voru einhverjir, þú veist, maður fekk stundu senda myndir af, sko, einhverjum í Guð hjálpa þér. Já, takk. Ég var að reyna hennar ekki. Einhverjum í hérna Pálmason treyjum er búið að teipa yfir Pálmason, sko. Ég hef mjög gaman að þið, já. Og það er gaman að þið? Já, geðveikt. Þeir hendi ekki treyjunum. Nei. Voru í 14, sko. Já, en tók þetta á? Já, mjög mikið, sko. Já. Mjög mikið og þú veist, ég hefði, sko, ef ég hefði vitað þetta þá hefði ég ekki kannski aktað eins og ég gerði.
Nei, en ég er samt á því, þú veist, þetta er klárlega, þú veist, eins og segja, ég startaði þessu. já. Akkur, hvernig? Það var bara búið að lofa mér að ég mætti fara. Heim, Og- eða fara annað? Já, fara til þess Barcelona, Barcelona. ég var búin að skrifa undir á Barcelona frá Já. með 2018 Já, og þeir segja við mig, já, við seljum þig á þetta hérna. Og ég bara, ok, fæn. Svo, sem sagt, það sem að gerist og stjórnin og fórseti félagsins og allt, bara ekkert mál og græjum það. Og Barca klárir í það. já. Svo kemur nýr þjálfari Ó, eftir þetta sísón, þetta sumar. já, Og hann eiginlega vill ekki losa mig. menn hann kannski kom til þess að hafa meðal annars þig í liðinu. Sko já, en þú veist sama, þarna ertu með leikmann sem að er óanæður, er hvort þið er að fara eftir ár Já, og þarna getur þú fengið ágætis penning fyrir hann og þú vilt ekki hafa eins og ég segi óanæður leikmann og og ég bara þú veist, var frekur eða skilur, bara sagði, herri, þú voru búin að lofa þessu og þó að var ekkit skrifilegt eða neitt upp á það. Barca búið að senda inn tilboðið og þeir bara, þú veist, klárir í það sko, en svo kemur þessi gæi inn og hann eiginlega svona, þú veist, bremsar þetta já, sem að enda þannig að ég, þú veist, mæti út og hitti hann og talaði hann líka náttúrulega mikið í síma þetta sumar og hitti stjórnina og allt það og þeir bara segja ekki fræðilegur að við sem að fara að selja og hann sagði bara ekki séns, mér er alveg sama þú verður hérna árið viðbót svo ferði og ég, þetta var síðast svo voru að byrja prísisson daginn eftir og ég svona segi við hann skilur ég að herrið, þú veist, ég á komin annað skilur, ég er bara búin að pakka einmitt. skilja þetta bara komið þangað segja við hann bara, herra, ok, þú veist ég ætla allavega ekki að mæta á morgun, skiljur þú veist, og bara finnum út úr þessu og svo gerir ég það ekki og Svo hlæg ég bara. já, eða, veist, þetta er alveg, já algjörlega er alveg hægt í dag, sko, ég er alls ekkit eitthvað sorry yfir þessu, sko, eða þú veist Með þetta er búið. já, Sérstaklega komin ánga aftur og það er engin veður. já, blessu vertu, sko en vandamálið er það, veist, fyrsta lagi hefði ég bara átt að mæta Já, veist, algjörlega, þess að segja, ég startaði þessu já, en ég segi það líka ef ég hef verið hjá einhverjum öðrum klúbb allavega sem ég hef verið hjá síðan veist, eða eins og í Kíl veist, þeir hefðu aldrei brugðið svona við nei, þú veist, þeir hefðu, ég er nokkuð vissum að flestir aðra klúbbar hefðu sagt bara, ok, taktu 2-3 daga, reynum að finna út úr þessu þú veist, og þá bara fundið einhver endastöð og svo bara, ok, þú veist, þeir tala mig til eða ég bara ég get ekkert sagt, ég er samningsbundinn og þeir vil ekki taka tilboð í mig og bara mæti aðeingu og en þeir fara beint í það, sko, bara það er bara yfirlýsing, þeir mæti ekki í rútuna bara, hvernig var þetta, ég bara rekin sekt og rekin bara, þú veist, með skömm og mætti ekki og þvílitt, bara grýta mér að undir, sko já, og þá bara, þú veist, ég held bara kjafti, sko Já. þú veist, ég bara, ok, þeir fóru bara strax þangað og það var bara, þú veist lögfræðingar og leiðindi og vesenskilur en sem að reyndar, sko, þannig að ég flýg heim síðan, daginn eftir það, þú veist, þetta er komið þangað þú veist, reyna eitthvað að tala á til þannig séð, en svo bara flýg ég beint heim og þannig, sko, 89 orðin umbóðsmaður minn, sko einmitt, nákvæmlega, Og ég myndi það nefnilega. Já, og ég flýg heim og svo flýg ég og þetta er svona umbyrna græði að gera og konum með lögmann bæði á Íslandi og í Ungverjalandi og eitthvað og ég náttúrulega, þú veist, þeir geta þú veist, ég sé hann bara, manni hvort á 2 vikur setna eða eitthvað, ég náttúrulega bara svo segi ég náttúrulega við það bara, ok, ég kem að einhver Já. þú veist, það er vinna mín Einmitt. og þeir banna með það Ó, guð, það Já. er líka drama, þetta er bara bold and beautiful. Já, svolítið, eins og ég segi, þú veist, betur fyrir ný stjórn í dag og svona, Já. sko, allt miklu betra. En þú veist, ég náttúrulega bara, herru, ég ætla að mæta aðeins og fá launin mín. Já. Skilur, ég skilði þá að geta sekta mig fyrir að skrópa, Já. en basically skrópaði ég bara einn dag. Einmitt. Þeir bara reka mig, skilur, leið mæti ekki í rútuna, sko. Þannig að, þú veist, og það var svona argumentið og, þú veist, og ég meina, ég tapaði ekkit fjárhagslega, þú veist, borgaði einhverju lögfræðingum jú, en þeir þurftu að borga mér allt og allt það út af, þú veist, ég ætlaði bara að mæta, þú veist, fekk sekt fyrir einhvern einn dag og
og that's it, en svo var það líka þannig að þeir treinuðu þetta síðan, sko, ég fer ekki til Barca fyrir hvort það var í október eða eitthvað, ég er bara hérna heima þangað til, sko, því að það var alltaf, þeir hækkuðu alltaf verðmiðan, sko, fór alltaf hérna eitthvað, hvort það var 50-100 stefur upp, sko, og Barca ok, og þetta tók alltaf, 2 vikur, og var þetta ekki óþægilt fyrir þig að bara, þú veist, þetta er svona foreldrar mann sem bara eitthvað asnalegur, sko, jó, þetta er bara, þú veist, og allir ringjandi, herðu, það er svo 100 stefur upp og Barca eru bara klárir og maður bara, ok, byrjaði að pakka svo bara daginn eftir, nei, þeir eru svo auka 100 þú veist, þú bara haga þessu svona, sko þannig að það var þreytt, sko þú veist, það var umulegar aðstæður, sko og líka bara, þú veist, svo og ég þarna, þú veist, það var nýr þjálfari og ég vildi heldur ekki koma í viðtöl eiginlega og segja mína, þú veist, þessa hlið en þá var ég svolítið, þú veist, þetta er náttúrulega svolítið, ég er að bomba svolítið á klubbinn annars, sko, en svona aðalega líka þjálfaran og ég bara svona, þú veist, það er ok, þetta mun gangi gegn og bara, þú veist, halda það út, sko. Sip it. En ég hitti svo Adda á Evrópuleik FH sem að þú fórst ekki inn á. Já. Og ég hitti hann í hálfleik og, þú veist, ég vissi reyndar að þú varst búin að vera eitthvað meiddur í kálfa minni með eitthvað og ég segi við hann, ætlar Aron ekkert að spila? Og þá var svona glottan og sagði, ekki 1 mínúti og ég bara, hann er að fara. Já, 8 áraðu það. Já, ég bara, hann er, og svo kom þetta bara daginn eftir eða eitthvað. Já. Ég bara, ok, þú veist, hann svona, hvernig hann glotti og sagði, nei, hann spilar ekki 1 mínúti. Nei. Og ég bara, ok. Nei, það var, sko, nei, það var þannig, það var alveg magnað, sko. Vesprem, sem sagt, voru búin að hafa samband mánuði áður eða eitthvað. Já. Og sérst, ég er alveg síðan ég kom heim var ég búin að fá fullt af tilbúðum hérna og það út í Evrópu. Ég trú því. Já, og það var svona aðalega, sko, að fyndi, sko, leið þú ferði í einhverja svona, þú veist, litla deild eins og Ólisteildin er, þú veist, að heimsmæli hverða, að þá, haldi allir að geta fengið þessu ódýrt, sko. Já. Þú veist, svona, já, ok, hann bara komið þangað, herru, sækjum hann, hvað ruglar í gangi? Og þannig að það var, ég yfirleitt svona, þú veist, stútaði viðræðum bara við fyrsta símtal, sko, eða Addi, þú veist, gerði það, skilur. Hringir hann alltaf í þig og segir, þessi var ekki á tilboð? Nei. Er hann ekki stundum bara, þú veist, við nennum ekki að tala um þetta einu sinni? Jú, eða þú veist, hann næri ekki einu sinni að koma tilboð, skilur. Já. Þú veist, hann bara, þú veist, það hringt í hann og spurt svona semi, hvað þurfum að gera og hann segir það og þá svona, sérstaklega með ég var hérna heima, þá svona flestir, svona, já, ok, við heyrumst, skilur. Alltaf bæ. Já. Að því að líka ég var hérna á öðrum forsendum og svo hafa þeir samband og ég veist það, ég hafði ekkert áhuga að fara í rauninni aftur út. Nei, bara út eitthvert. Já, það var, þú veist, ég var eiginlega bara komin heim, sko. Já, það var þannig. Maður sá að þér líð vel heima, sko. Já, og það var ekkert svona sem að kallaði úti, sko. Svo reyndar, þú veist, gerist það, já, svo veist, Vesprem hefur samband. Ja, mánuði, nokkru vikum áður eða eitthvað svona og ég man að það var svona fyrsta skipti sem að ég svona, smá kýll. Já, út af mitt sögunni og þú veist, þeir af aldrunni meistaröldina og gamli Barcelona þjálfariðinn. Gamli Barcelona þjálfari minn. Hann var þarna. Já, nokkur leikmenn úr Barcelona sem ég spilaði með Bjarki Már. Já. Þannig að það var alveg svona allt í einu tikkað þetta í freka mörgboks, sko, sem að ég svona, herðu, þú veist og rætti þetta mitt náttúrulega fyrst bara við Rítu, konuna mína og hún hefur alltaf verið svona, þú veist, fáralega einhvern veginn opinn fyrir öllu þessu, sko. Já. Bara já, okkur ferði ekki bara og svo sjáum við til maður, rettum þessu og samt svona alveg bara svona alls ekki sjálfsagt. Bara alls ekki, sko. Bara big shoutout, sko. Já, bara risa, sko. Já. Og bara hvernig hún lætur þetta ganga upp og kom út daginn með litla mannin í 2 vikur og bara, já, frábær, sko. Þannig að já, en það svona og það var svona fyrsta skipti sem að ég sagði við Adda, herru, tjekkaðu hvað til ég að gera. Ok. Þú veist, og það kom bara svona ekkert spes, þú veist, í rauninni fjárhagslegt tilboð, sko, eða peningalegt tilboð. Og þá var ég bara, já, ok, herru, þú veist, þetta er bara pínu way off, þú veist, gleymum þessu bara. Já. Svo gerist það, sem sagt, já, mánuði setna Ertu nokkuð að fá heila blóðfalli? Nei, ég er að passa með þess. Ok, það var það ennþá meira interesting. Já, nei, svo gerist það mánuði setna að
ég var meiddur í hnénu þarna Já, fyrir gúmmisbakleikin og Já. búin að missa af einhverju 2 leikjum og ég var bara, þú veist, ég ætlaði að vera með í leiknum, ok. þú veist, ég var á skýslu á leiknum, Já, þú varst þarna á já, bekknum. og ég var svona, þú veist, planið var að prófa að hita upp, skilur sjá hvort ég væri orðinn góður, þú veist, Þú fórst í aðgerð? Nei. Nei, fórst Nei, ekki. nei. Ok, sorry. það er langt síðan. Nei, hérna, planið var, eða skilur, það var einmitt, þú veist, og það var kannski ástæði fyrir líka, ég sleppti leikjunum undan, mér langaði að vera með í þessu leik. Sjálfsögðu. Hækka verð með hann. Já, einmitt. Og hérna, og ég bara, þú veist, planið var að prófa uppbytun og sjá hvernig ég væri og hérna, taka stöðun eftir það. Svo gerist það að ég er að leggja mig á þessum leiktiði, móti Gúmsbæk, Já, að hérna þjálfarinn minn gamli í Barca sendi mér Xavi Pascual. já, Paski, Já, hann sendi mér hérna SMS, bara eganli, það er eins gott fyrir okkur að vinna meistaröldina, eitthvað og ég eitthvað að þið verið þá að hækka tilbúið eitthvað svona, þú veist, bara síðan fyrir mánuð og ég var einmitt búin að offa þetta bara alveg Já. og búin að segja ef þetta, segja maður verið ekkert að ekki að rugla eitthvað í mér ég bara, ég sagði að þið verið að hækka þá sagði hann bara, já, kannski við heyrir í Adda og þá ringi, og sé ég sko, ég er með 2-3 misskól frá Adda sko og ég ringi beint í hann og hann bara, að þið voru með svona eiginlega ákveðna tölu, Já. þú veist og hann segir bara, þeir eru klárir ég bara, já, þeir eru klárir bara, ert þú klár? Og ég ætla nú kannski að þú veist, já, ég held það en þú veist, ég kannski að fá að ringi í Rítu fyrst sko, segja henni, þú veist, hvað er það ekki þú veist eitthvað, og svona gerist þetta bara í þessum heimi já, og hérna og hann bara, já, skella á hann og heyri í henni og tala við, þú veist, mína nánustu og allt þetta og Steina Ardal. Steina og hérna einir andra og ég fer bara upp í krika til Einars, tala við hann og segi bara við hann, þú veist, herri og hann sagði bara, þú veist, hvað viltu gera skilur í leiknum og ég, þú veist, ætlaði að reyna að vera með Já, það alveg munað þig, sko. já, ég held við hefum kannski endilega unnið með mig, sko Nei, þú veist, nei. það var ekki það mikill munur Nei. en sama, ég meina, þú veist ég ákvaði að hita upp og prófa og ég var, þú veist, ekki klár í þetta Nei. skal alveg viðurkenna það Já, þú veist, sérstaklega, þú veist, ekki gleyma því sko, við vorum að fara að mæta, þú veist, topp 5 liði í búndislíkunni, þetta eru auka 10-15 kíló þarna, skilurðu já, og hérna, getur vel verið þú veist, ég reyndi það allavega að horfa á það þannig að ég ætlaði ekki að, hérna þú veist, mér langaði líka, þú veist, að spila þá, þú veist, hennan leik og kveðja, eitthvað, Já. skilurðu þó svo náttúrulega, þetta var samt ekkert klárt þarna nei. skilurðu, þeir bara Þú vildir heldur ekki meiðast í þessum leik. Nei, og svo þá er það er það allt út á borðinu. já, svo er það tói, ég menna, þú veist, Vesperum gátt ekkert bannað mér, ég var ekki búin að skrifa undir neitt Nei. þú veist, það var ekkert, það var basically bara þeir klárið með samningin sem að ég var að biðja eða svona sem að ég væri til í að íhuga Já, og hérna og þannig að þú veist, ég reyndi að láta það ekkert hafa áhrif og allt það, þú veist, getur vel verið að það haft einhver áhrif þú veist, en ég samt, ég er ánægð með það ákvörðuna því að þú veist, ég hefði líklegast ekkert hjálpa liðinu þú veist, ég var ekki klárt nei. skilur, þú veist, ég var heldur ekkert þú veist, ekki nóg með það, ég var búin að vera meiddur í 2-3 vikur, þú veist, ég var ekkert búin að æfa Nei, ég man 100% æfingu, þú veist, ég æfði aðeins á æfingunni deginum áður og það var, þú veist, ég var aðeins með á teik, sko, þú veist, það var ekkert Nei. það var alls ekki 100% æfing En fórstu þá til Adda og bara, heyrðu, ég er ekki að fara að keppa eða hann hlýtur að hafa verið sveimandi í kring, sko. já, við ræddum oft saman hann fyrir leikinn og þú veist, auðvitað, þú veist, hann alltaf F-fáingu líka, þú veist, þetta var alveg skrítin staða, sko, Já. þú veist að var það, en ég segi það líka þú veist, in the end, eða skiljur þessi heimur er líka þannig að þá verður að hugsa raskatið á sjálf þér Já, sjálfsög. og ef ég hefði til dæmis ekki verið meiddur eða tæpur þú veist, þá segi ég það núna mjög öll að segja eftir á þú veist, ég hefði þú veist, aldrei átt að spila leik þá Nei, þrátt fyrir að ég væri heill, já, skilur já, þú veist, því ég fyrir síðan bara út 5 dögum setna einmitt. eða eitthvað, ég bara Ja, fekk þetta var að mjög pakka hratt. já, bara fekk að pakka og fara, sko að hérna, þú veist að þannig, þú veist
þannig það bara, þú veist, og það er þannig í þessum heimi, ég menna, þú veist, FH, þú hugsaði vel sína leikmenn og allt það, þú veist, en þeir hugsa fyrst og fremst klubbinn og félagið, þú veist, allir leikmenn hugsa fyrst og eiga að gera það, hugsa fyrst og fremst sjálfan sig, og þú veist, og það er þannig að eins og ég segi, þú veist, það var alltaf rétt ákvörðun að spila ekki þann leik, sko, en svo bara, já, það var eiginlega fárálegir svona 3-4 tímar það, sko. Ég trúi því. Já, mjög skrýtnir, sko. Þannig að ég held nefnilega að ég hef verið búin að frétta að Vestbrom var búið að gera tilboð einhverjum dögum áður, en einmitt að þú hefði slegið það á borðinu eða eitthvað, en svo þegar hann segir þetta, hann spilar ekki 1 mínútu, þá er ég bara, oh boy, ok. Já, þá var þetta... En já. Þá var þetta komið frekar langt. En ég efast að nokkur erfæðingar hafi verið eitthvað fúll, sko. Nei. Og eins og ég segi líka, þú veist, ég ætlaði mér að spila og allt það, en ég segi það líka, það hefði verið, þú veist, út af bæðin hérna, en líka aðalega út af Vestbrom-dæminu. Já. Bara heimskulegt. Ef ég hefði verið heill, þá hefði ég hvort þér ekkert átt að spila. Nei. Svona er bransinn. Já. Herðu, en leiði vel í Barcelona? Já, mjög vel. Það hlýtur að vera geðveikt. Já, það var geðveikt. En Guðjón Valur, hann fór árið sem þú komst, eða árið undan? Þú kemur 2017, ég held ég hafi... Jú, ég kem 2017. Já, ég held ég hafi flettið upp að hann hafi farið, sko, 2016 eða 17. Og hann fer held ég 16. Já, ég held það. Og hann hann er í Kíl. Ertu að elta hann alltaf? Já, nei, hann elti mig. Nei, hann elti mig til Kíl og ég elti hann síðan til Bassa. Já, bara ok. Nei, hann ég held að hann hafi farið 16. Já, ég held það líka. 17. Já, þannig ég kom hann árið setna. Já, en já, þið leiði vel hana. Já, mjög vel. Var einhver samgangur á milli knattspyrnunnar og handboltans? Nei, ekki neitt. Ég sá svo að Messi fór á sama ár og þú, 2021. Já, þetta var bara komið gott hjá okkur. Þið félaginir. Já, það var... Herðu, já, svo ferðu til Álaborgar. Já. Og þú ert að spila með Mikkel Hansen, hann kemur síðasta tímabilið. Já, setna. Já. En ég sé nefnilega á hana EHF síðunni, þá ertu stundum vinstri skytta og stundum ertu miðja. Hvar liðið þið best? Það fer eiginlega bara eftir liðum, sko. Liðum og leikmönnum sem ég spila með, sko. Mikkel hefur vantilega verið vinstra megin, að þú varst á miðinni. Já, það var yfirleitt svona stiltum því þannig upp, sko. En svo er þetta pínu orðið þannig í dag, miðja skytta, þetta er ekki eins og þetta var einn áður, sko. Nei, þetta er svolítið hreyfanlegt núna. Já, mjög hreyfanlegt, þú veist, miðjum láta sjálfan sjótt byrja líka vinstri skytta því að þeir koma inn í árásir og svoleiðis, þannig að það er svona, þú veist, já, mér er alveg sama hvar ég byrja á vellinum, sko. Ok, út af að þú sagði þetta, ég nefnilega fekk spurningu og hún hljómar svona. Nú er talað að nútíma handboltamenn sé orðið minni og meiri áherslu á snerpu og gegnumbrot, samanber Ómar Ingi, Gísli Þorgeir og Matthías Gildsen eða eitthvað. Hvert er þitt take á þessa þróun og hvernig sér sjálfa þig í þessu samhengi? Hefur þið reynt að leggja meiri áherslu á gegnumbrot? Nei, ég held ég hef ekki reynt að leggja meira áherslu á það. Ég held að það bara gerst sérstaklega eftir í svona þegar ég fór til Vestbrom á sínum tíma 2015 en mér finnst þessi þróun bara ekkert spes, sko. Nei, mér finnst það bara leiðilegur handbolti að horfa á þetta, sko. Já, allt þetta gegnumbrot og þú veist að engin, þú veist, það er lítið þú veist, flott mörk að utan, flott skot. Já, mjög lítið. Þorsteinn var svolítið skemmtilegur hana. Já, bara æðislegur, sko. Já. Og en líka bara þessi, þú veist, undirskot, skot yfir haus, þú veist, það er líka, þú veist, ég ætla ekki að segja deyja, en þú veist, það er miklu minn það. Já. Það er bara risa partur á leiknum og mér finnst það er ákveðin fegur í því, sko. Þú veist, bæði það er svo mikil tækni sem og mikið að svona dæmi sem þú getur hugsað út í hvað það var meðan gegnumbrotinn eru svolítið svona þú veist, bara power og vaða einhvern veginn í gegn, sko. Mér finnst það ekki alveg nóg elegant. Nei. Þó svo að sé, þú veist, auðvitað alltaf hluta leiknum bara bland. Já, bara algjörlega bland og mér finnst svona, þú veist, það fer aðeins í tjóðan á mér þegar að leikmenn í dag eru að
ekki að dundri yfir hausinn á mönnum þegar að varnarmenn standa á 7 metrum sko. Það er svo ógeðslega gaman að sjá þannig mörg sko. Það er svona wow moment. En hérna hefur einhvern tíma mist af einhverjum samningi sem þið langaði í? Nei. Ok. Herðu, ég ætla nefnilega, við ætlum aðeins að fara að ræða landsliði. En ég ætla að gera svona auglýsingabreyk núna. Ok. En hérna, ég er ekki að stoppa. Nei. Ég er með smá tricks. Þú ætlar að halda á þessu. Þú nefnilega hérna, þetta auglýsingarhlið er í boði Bæjarbakari. Býtu það? Já, býtu, nú verður að leika með mér. Halda á glæsunum minna. Ég ætla að hella í. Þannig að þú gerir það áður. Þú ert að sponsa hérna. Ég ætla að segja, svo rukkar mig eftir. Sjálfsögðu. Ég er nefnilega, ég hef sagt þér að fjölskylda mín stofnaði Bæjarbakari. Já. Mér finnst að allir eiga að vita það. Ok, segja. Ég þarf að kenna þér að borða snúð. Og sko, ég vil súkkulaði snúð, en það var bara til jarðarberjasnúð þegar ég kom. Þannig að ég leit að setja súkkulaði yfir. Triksið er hérna, ég er með tusku svo til að takta eina sneið. Triksið nefnilega er að dýfa snúðnum í mjólkina. Já. Það bara verða allir að prófa og snúðurinn í Bæjarbakari. Hann alltaf yfirbara snúð. Já, gamla uppskrift frá afa mínum maður. Þetta er geggjað. Ég vissi þetta haldi verið bílu að gera það. Nei, þú veist, auðvitað verið ég að segja að þetta er geggjað. Nei, ég veist, í mjólkina, snúðurinn er alltaf geggjaður. Já. Men hann er bestu svona. Já, ég er sammálaður. Nú er bara verið að tala, sko. Þetta er voða gott, sko. Vá, ég er búin að hella yfir mig og snýttum er svo mikið vesen á mér. Næja. Það er bara ráð. Já. Skál. Herri, já. Já, þetta auglýsingarhlið var í boði Bæjarbakari. Það er ánægð með það. Það ekki? Já, ég líka. Ég sendi þessu bara reikning. Já, það er ekki nú. Herðu, en ok, ræðum aðeins landslið og núna koma nefnilega svolítið spurningarna frá yngri kynslóðinni líka. Þú eru í landsliðinu síðan 2008, samkvæmt einhverju statistísk sem ég fann að voru 148 leikir og hátt í 700 mörk. En vissir að það eru 3 leikmenn sem hafa skorað yfir 1000 á Íslandi. Og Guðjón Valur er með flest mörk í öllum heiminum. Já, ég vissi það. 1879. Ég var með honum í þeim leik þegar hann bætti metið. Það var geðvægt. Já. Óli Stef er í 4. sæti, 1562. Kristján Arason, pappans Gísla, er í 8. sæti með 1123. Þú ert með 700 eða 600 eitthvað, 70 eitthvað. Er þetta markmið? Nei. Ekki fræðilegur, ég horfa á Gauja þarna sko. Já, nei, bara komast yfir 1000. Já. Nei, þú nærið þér ekki. Nei, og það líka, sko, það er miklu hættulegur að vera með markmið í handbolta heldur en til dæmis kannski í fótbolta. Já. Allt í lagi og strækir í fótbolta, sko. Einmitt. Heyrðu, en besti árangurinn sem þú hefur með í landsliðinu er brons á EM. London 2012, 5. sæti, voru það mikið vonbrigði? Gríðarlega vonbrigði. Hvað er það vítið sem að Snorri Steinn var að tala um? Já. Hefðu þið unnið eða hvernig var það? Já, eða sko við erum marki yfir sko. Já. Marki yfir, hvort það séu 8 sekundur eftir eða eitthvað, fáum víti. Já. Og hann fór á punktinn, klikkar, þeir kasta fram og skora, jafna, framlenging. Einmitt, já, alveg rétt. Þannig að... Ertu ekki brjálaður út í hann ennþá? Nei, ég er brjálaður út í þá sem að voru ekki klárir í vörninni, sko. Já, takk miklu frekar. Já, það er miklu öðuldara í rauninni, sko,
auðvitað, þú veist, ok, hann klikkar, en þú veist, eins og allir klikka oft. já, en fyrir þá að ná að skora þarna, það er brjálæður frekar út í okkur að hafa ekki stoppað það, sko, Einmitt. þú veist. En fannst þér sjá á honum að hann var miður sín eftir þetta eða er þetta bara handbolti? Ég man ekki eftir að hafa bara hort í andliti á einhverjum manna, sko. Nei. Skilur, já, bara, þú veist, hversu mikið, sko, hversu langt niður ég fór þegar við dettum hann út, Já, bara fyrir hann, einmitt. þú veist, hann hefur potið farið ennþá lengra, þó svo, þú veist, og ég til það ekki vera hægt, en hann hefur farið lengra, sko, Já, og veist, hann sagði hann hefði aldrei unnið úr þessu. nei, ég skil það bara vel, sko, Já. og ég hef aldrei, þú veist, farið eitthvað á krufið þetta eða horta á þetta aftur eða pælt eitthvað ef og hefði eða eitthvað. Nei, Þetta er bara eitthvað sem þú bara, þetta er búið og þú meiri segja ræðir þetta allar, sko. Nei, þetta er bara leikurinn. Já, þú veist, ekki það, sko, ég er ekkit núna eitthvað brjálaður við sem ræði þetta. Þú veist, en það er bara, þú veist, ég hef aldrei rætt þetta við einhvern sem var þarna, þú veist, einhvern í liðinu eða neitt þannig, sko. Nei. Þú veist, þetta var svo mikið sjokk fyrir okkur, sko. Þú veist, að bara, já. En þú ætlar að stefna náttúrulega næstu olimpíuleika, 28 með liðinu. Já, það ekki. Já. En eftir 2010 þá er Ísland verið að meðaltali 9. til 10. sæti og á HM að meðaltali 12. sæti. Hvert er markmið á þessu móti? Hvernig setið ykkur markmið fyrir móti? Er það bara að reyna að komast alltaf eins langt og þið getið eða er þið með auga á eitthvað að reyna að komast í einhverja undanúrslit eða? Já, það er svona misjafnt, sko. Þetta er þetta alltaf, þú veist, komast eins langt og við getum og alltaf höfum yfirleitt verið með þokkaleg lið, sko. Já. Svo þetta koma eins og fyrir síðasta mót var svona ólympíukvali og eitthvað sem maður hort í. En eins og fyrir þetta mót þá er í rauninni, þú veist, svolítið líka út af þessari statistik sem þú ert að tala um. Já. Þú veist, hver eru við þá eitthvað að, þú veist, vera hérna fyrir mót og tala um einhver, þú veist, velunarsæti, sko. Meðaltali 12. sæti. Já, þannig að þú veist, við erum bara svolítið þar að vinna riðilinn, við höfum ekki nefnilega unnið riðilann okkar síðustu ár. Já, ok, gott að byrja þar. Já, þú veist, eins og á síðasta móti, þú veist, við vinnum ekki riðilinn þar, þú veist, skýtum á okkur þarna móti ungverjum í lokaleiknum í riðilinum og þetta rétt, þú veist, náum játntefli við Serba, en þú veist, við ætlum bara að byrja á því. Þú veist, vinna bara riðilinn, þá förum við, þú veist, ef við gerum það, þá förum við áfram með 2 stig í milliriðla og þá er náttúrulega bara ok, let's go, vinna milliriðlinn eða kom okkur í 8 úrslit og ég meina, þú veist, þú ert ekkert sattur þá, skilur, þannig að en við erum algjörlega fastir þar núna að fókus á bara að vinna riðilinn og þess að 3 leiki þar. Ok, en eins og þú á stórmótum, þú ert svona upp og niður típa. Var ég leiðilega að segja þetta? Ég hef verið 17 ára, það er kannski bara eitthvað, hvað er það að tala um? Þú veist, það er búið að henda helviti mörgu í mig, Silja mín. Já, ég veit það, en ég bara spáði, þú veist, svona, þú veist, maður hugsa alltaf, yes, Aron er heill, þú veist, nú smellur þetta og eitthvað svona, sko, ég veit ekki hvað ég er að spyrja. Ég veit ekki hvað ég er að segja. Mér langar bara svo að þú verið geggjaður á þessu móti, skilur þig. Mér langar bara allir eða toppleik, þú veist. Stundum er eins og það sé bara eitthvað andlegt að trufla þig eða, þú veist, meiðsli eitthvað. Maður veit ekki, maður er bara heima að horfa sig orði. Já. Nei, það er ekkert eitthvað, þú veist, þannig. Þetta er meira, ég veit ekki alveg hvað þú spyrjum. Nei, þetta er svona, þú veist, maður heldur að þú verður ofta bara bestur, því þú ert bara að vera bestur, en svo er náttúrulega bara eins og öllum íþróttum þá fólk góða leiki og slæma leiki og eitthvað svona. Það er bara svona, hvernig getur þú átt bara fleiri góða leiki? Góða leiki, já, ég skilji. Já, það var svolítið vandræðalegt. Nei, algjörlega. Það hefur einmitt, ég man þetta er alveg mjög góð spurning, sko. Af því að ég var alltaf þannig að ég byrjaði alltaf mótin svaka vel og svo dalaði það. Já. Og ég held að það hefur verið líka svolítið að því að ég ætlaði að gera þetta svolítið mikið einn og eitthvað, mikið álag og bara svo bara komin 3. leik á 6 dögum og maður var kannski ekki mikið að fá heldur
hvíld Nei, í einmitt. Já, leikjum þú ert stundum bara þreyttur, sko. Já, það er bara ég Maður sér það. Já, það og í dag þá sérðu það bara í öllum þessum liðum bara á stórmótum, það er enginn sem spilar eiginlega 60 mínútur í leik Nei. skilur og yfirleitt skipta menn eða fá að hvíla í vörn og eitthvað svoleiðis og þannig að ég held að það hafi alveg svona verið stór punktur af þessu sko, að bara dala undan mér bara út af þreytu, bæði líkamlega og andlega sko en svo eins og síðasta mótið þá var ég eiginlega öfugt sko þá fer ég eiginlega upp sko eða kannski svona held bara svona jöfnum standard þrátt fyrir að mér finnst fólk missa sig aðeins svo mikið mér á síðasta móti sko eða svona þannig, fannst ég eiga svo gott mót eitthvað, Jú. Ég held að það kannski alveg vera því að svo margir aðri lélegir í leiðinni hjá okkur og ég var bara fít sko ég var ekkert svona, ég var svona pínu móðgæður nei, en það var til dæmis sem ég tók eftir á síðasta móti, breytingin og það var kannski bæði út að ég var í betra standi ég var ekki að koma þreyttur inn í mót ég var bara að koma feskur inn í mót og var að fá alveg auka mínútur á bekknum skilur maður var ekki í 45 upp í 55 mínútur vörn og sókn skilur og bara það munar bara svo fáránlegu sko og svo munar hvenar þú ert inn á í leikjum og allt það varandi tempóið og þannig að ég held að þú ert ekki að örvenda neitt Silja mín, ég mun vera alveg geggjaður í öllu leikjum núna í janúar yes, og febrúar líka febrúar, akkurat við ætlum að komast í febrúar líka Herðu, en Snorri er þjálfariðinn eða ykkar, þú veist, nú spilaður náttúrulega með honum áður, var skrítið að hann sé allt í orðin bara yfir langaði stundum að segja bara Snorri, haltu kjafti Nei það er ekki skrítið það, því að Snorri hefur alltaf verið rosalega sko, hann er skemmtileg típa sko, og svona hress og þú veist, alveg joker og svona, en leið og hann kom inn á handboltavöllinn þú veist, æfingar eða eitthvað, bara eftir fótboltann upp í dunn eða þú varst hérna þú veist, þegar að bara kemur á handboltann, bara he means business sko skilur, þá er bara fókus og hann hefur alltaf verið þannig sko leiðtogi bara frá því að ég kynnist honum hann að 2008-2009 það bara alltaf þegar kemur að einhverju alvarlegu eða hann er inn á vellinum eða vídeo eða hvað sem er að þá er hann bara, þá er ekkert grín sko og þannig að það var ekkert mér finnst það alls ekkert óþægilt að hafa þekkt hann áður eða að spila með honum eða þannig sko Þú getur líka ekki sagt neitt, hann hlusta kannski. Já, emitt, sko. Nei, Snorri frábær. Já, nei, það er ekkert, þetta er líka bara svo basic, skiljur, að þjálfarar, eða nýju þjálfarar fara að þjálfa leikmenn sem þeir spiluðu með, sko. Sjálfsögðu. Þú ert fyrirliði, ekki? Já. Finnst þér að pressa að vera fyrirliði? Já, þú ert alveg að hugsa miklu meira svona en bara sjálfa þig, sko. Já. Hvað er hlutverk fyrirliða í landsliðinu? Það er nú ekkert eitthvað bara haldið utan strákana. Nei, það er, þú ert bara að tala meira á ákveðnum momentum. Já. Þú ert með svona ræður og eitthvað. Þú veist, auðvitað þarftu að vera líka svona man on man, skilur, gæi, sko, tala við menn kannski, þú veist, einn á einn og þú veist, þú ert ákveðið milliliðu líka, þú veist, í þjálfarana. Þú veist. Svo koma nýja strákar inn og... Já, talar ekki við þá fyrstu 2 árin. Nei, læta að skúra. Já, þú veist, þeir verða aðeins að, þú veist, rífa skónaðina og eitthvað. Nei, svo koma ég mitt nýja gæjar inn og bara taka vel á móti þeim og... svona reyna að reyna að halda standardinum svolítið hám, sko. Já. Þú veist, þú vilt hafa hann efst uppi og sína öllum, sérstaklega nýjum leikmönnum hvað þetta er, skiptiði miklu máli. Já. Íslenska landslið alltaf að vera stærst saman hvað að gera á ferlinum, sko. Já. Þú veist, sem það er. Þannig að, já, það er bara, þú veist, fínt, sko, að vera fyrirliði, sko. Fínt að vera fyrirliði.
Ég fekk einmitt spurningu hérna, hvernig er tilfinningin að spila fyrir Ísland? Já, hún er bara þú veist, það er ennþá svona þú veist, þegar maður var hvað 2008 og svo núna, þú veist, 25 eða 24-5 að þú veist, full höll, þú veist, þjóðsöngur, þú veist, það er ennþá bara gæsahúðin, sko. Geðveikt, Ennþá, já, ennþá sama ennþá svona fiðringurinn að leggja fyrir utan höllina og hérna, labbinn og klæða sig í treyjun og allt það. Það er bara, þú veist, já, það er, þú veist, það er rauninni bara málið, sko. Þú bara ert einhvern veginn, ég finnst þetta bara að vera hápunkturinn, sko. Já. Snorri talaði um rútuferðina. Það var þögn í rútunni fyrir stóra leiki. Já, Er það þannig? já, yfirleitt. Það er alveg bara svona fókus. Já, það er voða mikið þannig að það var svona að byrja fókusin aðeins fyrr. Já. En svo er alltaf pressa frá okkur, íslensku þjóðinni, fyrir stórmót. Hvernig, þú veist, finnst ykkur þessi pressa og eða setið þið sjálfur pressuna á ykkur? Já, við setjum alltaf bíla að pressa á okkur, sko. Þú veist, bæði, eins og ég segi, eða sko bæði sem lið en líka, þú veist, einstaklingar, sko. Já. Þú veist, það er alveg, þú veist, bæði á félagum og sjálfa þig og allt það og þessi pressa frá, hérna, ykkur, íslensku þjóðinni og allt það er bara frábært, þú veist, hluta þessu og sýnir bara enn aftur hvað þetta er, þú veist, skiptir fólk miklu máli, sko. Já. Þú veist. Ég fekk mér hérna spurninga. Á síðasta stórmóti fundið þið heima í stofu að pressan væri liðinu íþingjandi. Er einhver ráð til okkar Íslendinga hvað við getum gert betur til að hjálpa ykkur? Fundum við? Já. Við fundum minna heima, sko. Já. Þú veist, okkur leið, það verið að meina það, okkur leið eins og við værum að setja svo mikla pressu að þetta væri bara, þið væri bara bugast. Já, nei, alls ekki, sko. Heldur bara áfram að pressa? Já, eða, veist, ef við erum að bugast þá er það ekki út af þeirri pressu, sko. Þú veist, það er jákvæð pressa, skiljur, það er, og pressa er alltaf jákvætt, skiljur, af því að þú veist, að setja pressu á einhvern, þú veist, þá er þetta ætlast til mikils á hann, akkurat af því, af því að já, og að því að hann hefur gert eitthvað hingað til þess að þú trúir að hann geti gert ennþá betur eða vel, skilur. Þannig að þú veist, það er bara jákvætt, skilur. Menni ef að, þú veist, ef að ég, hérna, ef það er engin pressa á mér, þú veist, ég er bara þrælmóðgæður, sko. Nei, skilur, þú veist, bara hvað er það að grínast eða? Já. Þú veist, þannig að það er bara, eins og ég segi, pressa er bara jákvætt, sko. Það var svona þessi vandræðilega spurninga með hann, það var svona, ég meina, laumast til að pressa. Nei, þú veist, bara, þú veist, akkur er ekki alltaf bestur í öllu leikjum, skilju. Nákvæmlega, come on. Já, þú veist, ég sé þið gera og það er bara, þú veist, þannig að það vera. Sjálfur að kenna, skilju, að það sé að pressa þér. Nákvæmlega. En hvernig dílar við svona niðurrif þegar, þú veist, það gengur illa þér eða landsliðinu eitthvað svoleiðis og hérna, það var svona eftirminnilegt þegar hann að Gauji hreinaði yfir hann einhvern íþróttafréttamann og eitthvað svona, en þú veist, hvernig díliði við þetta? Já, ertu að tala að sé eitthvað verið að rífa okkur niður þá í fjölmiðlum? Já, bara, þú veist, já, bara vonbrigði og eitthvað. Já, það er, þú veist það næri ekkert svo djúpt að því að þú veist, þú ert svo svektur sjálfur, sko. Já. Veist, það þarf enginn að segja þér Nei, það þarf enginn að segja mér það, sko. Þú veist, og þú ert búin að kannski með herbergisfélagunum að rauna yfir það og þú veist, og með liðinu og þú veist, og þetta er þannig að þú veist, þó það komi í blöðunum eða einhver, þú veist, skrifum það er bara hlut af því, skilur en það þú veist, gerir mig ekkert eitthvað reiðari eða hjálpa mér eitthvað, þú veist, það bara tekur það ekkert inn að þig? Nei. Þú veist það náttúrulega bara sjálfur. Já. Stundu veit maður bara áður með að byrja að keppa, að maður verður ekki frá, þú veist, maður er ekki frá að vera góður, sko. Nei, en svo er það líka þannig, sko, að það fer eftir, þú veist, líka svolítið hver það er sem að segir við þig, hérna, þú varst ömurlegur og eitthvað þannig, að því að, þú veist, ef að þjálfarinn minn hraunar yfir mig og segir mig bara hvað ég var lélegur, þú veist, þá bara þú veist, ef ég veit hvernig að tala sem nú yfirleitt þannig er raun eitthvað um mig að það bara fer ég og þú veist, æfi það eða laga það eða hvernig það er ef ég bara kem að fjöllum þá bara gengi á hann bara ok, hvað finnst þér svona ömurlegt skilur, hvað ég að gera, hvað, þú veist en ég fyrir ekki að hringja í
íþróttafréttamenn eða einhver bloggara eða eitthvað og bara hvað finnst þér svona glada, skilur, hvað það? Steinhaldur kjafti. Já, þú veist, þannig að hérna, það bara gaman maður. Þetta fylgir þessu bara. Já, ég meina hvað, þegar svo þetta sama fólk sem að, hérna, þú veist, bara hælaðir alveg vinstri hærið þegar þú setur 10 og vinnur einhvern góðan leik og þú veist, bara gegja það, þannig að vinna vinnuna sína. Já, og svo það líka, þú veist, þetta náttúrulega bara blaðamenn og hérna, sem betur fer eru þeir aðeins á fullu og sérstaklega, þú veist, bara með passion, sko. Já, við skulum senda shoutout á Ívar. Já, heldur betur. Handbolta.is. Heldur betur. Það geta eðlilega duglegur. Herðu, en ertu með einhverja sérstaka keppnisrútínu á leikdegi? Nei, þú veist, ekki þannig, sko. Ég ákvað það á sín tíma að vera hérna, þú veist, svona sérstaklega sem er hjátrú, sko. Það er næsta spurning. Já, þú veist, ég veit að hjátrú rútinu er ekki alveg sama en svona helst aðeins í hendur, en þú veist, bara mín hjátrú er ekki með neina hjátrú. Okay. Þú veist, já, það er að því að, þú veist, hvað ætlar að gera ef að þú fari ekki spagetti bolognese, skilur, er það bara leikurinn kvöldu ónýtur? Já. Þú veist, það bara truflar þig meira ef eitthvað er, en þú veist, basic, ég veist, já, þú veist, rútína á leikdegi, það er, þú veist, ég leifu sér samt bara svolítið að gerast, þú veist, ég vakna bara þegar ég vakna, borða þegar ég svangur, þú veist, ég er ekkert endilega, já, ég skilur, þú veist, ég er ekkert eitthvað bara, já, verði ekkert að borða 5 tími fyrir leik, þú veist, og maður er svona, þú veist, ég borða bara morgunmat lönns og svo eitthvað aðeins árinni fyrir höllina og, þú veist, eitthvað bara smá, þú veist, en ekkert eitthvað, svo ef ég gleymi að borða rétt árinni fyrir leik, skilur, þú veist, þá bara fæ mér banan í höllinni eða eitthvað, þetta er bara, það er bara chillaður, sko. Chill. Já, bara, að því að, máttu ekki láta einhver utanakomandi atriði, sko, vera afsökun fyrir því að þú spilir illa, skilur, þú mátt ekki hafa neinar afsakanir. Nei. Það er bara ekki búið. Okay. Þú veist, hvað ætlar að segja ef þú skýtur á þig í leiknum? Já, ég náði ekki að kúka. Já, þú veist, ég fekk ekki hérna bolognese sósuna sem ég vann að borða á leikdegi. Ég var sklimmt þessu. Ekki læmi í vatnið mitt. Nei. En hérna, ég fekk spurningu, hvað peppar þig? Svona, ertu með eitthvað lag, til dæmis, sem þú hlustar á? Nei. Ég raun ekki, sko. Vá, þetta er boring. Ég meina, nei. Krassandi hérna. Já, nei, ég bara, þú veist, ég stundum bara að sitja og skilur, þú veist, stundum er ég bara með rottweiler, þú veist, bara, það fer bara eftir einhvern veginn, bara hvernig ég er, sko. Skapinu. Já, stundum bara að sitja og, þú veist, Dreams með Fleetwood Mac, sko. Já. Þú veist, að leiðin leikinn, skilur. Þú veist, þú að hlusta það daginn í rektinni. Já, einmitt. Og eitthvað annað, eitthvað skrítilag. Eitthvað kúrekalag. Nei, já. Já, getur verið. Já, þú veist, þetta er bara eitthvað, bara þess að þú fílar akkurat þá, sko, eitthvað. Já. Hvað gerur fyrir recovery? Nú er ég komin í listan, já, sko. Já, það er helviti mikið núna, getur þetta þér. Já, ok. Nei, það er hérna, alltaf, sko, fyrst og fremst reyni ég að sofa eins, þú veist, vel og hægt er. Með lítið bad. Já, lítið bad. Þannig að það er svona, ég stjórna því ekki alveg sjálfur. Nei. En þá eins og ég segi nota ég síðastutnar og eitthvað þannig. Mér finnst það eðislegt recovery að sofa. Auðvitað mataræðið, þú veist, það bara segir sér sjálft. Svo bara, þú veist, allir þessi vítamín og allt þetta basic dæmi. Svo er ég alveg mikið í svona Game Ready og Normatec buxum. Já, svona þrýsti. Já, þrýsti buxum. Og svo er ég með svona þrýsti líka með þetta Game Ready og klaka. Já. Skilur inn í líka kæling. Ok. Svo er þetta bara, þú veist, eiginlega svona það er ótrúlega hvað það gerir, sko, bara að vera með jógadínu á gólfinu fyrir fram að sjónvarpið. Já, horfa á hana bara. Já, nei, þú veist, vera með hana, vera með eina rullu og einhvern bolta eða eitthvað dót og bara, þú veist, og teygja bara í kortu 20 mínútur yfir einu þætti eða eitthvað. Gerir helling, sko. Já, gefa sér smá tíma. Já, gefa sér tíma og svo þetta, þú veist, heitt og kalt og bara, þú veist, hugsa vel sig, sko. Þetta er svona basic, ég er ekkert með einhverja svakalega. Það er meira, sko, þú veist, að þetta lengist. Já. Er ég búin að segja svolítið langa lista núna? Nei, þú bara tjekkja öll bóksinn. Já, ég er að segja, þetta er svona, þetta lengist meira. Já. Þú veist. Og þetta gerir þetta aðeins lengur og meira. Já, eitthvað svona aðeins, ok. Heyrðu. Það verður að sprengja inn í hverjunni. Já, meira þannig, sko. Já. En hver er styrklegiðinn og veiklegiðinn sem handboltamaður? Sem handboltamaður? Já.
ég held að veikleiki minn sé ég get verið pínu nei, óþolinmóður. Ok. Já, þetta er pínu óþolinmóður. Svo tala við óþolinmóðustu manneski ever, sko. Ég var honum þreytt að biðja svarinu, Já, sko. akkurat. Nei, þetta er erfið spurning að svara þessu sjálfur, sko. Já, Þú veist. veikleikin, ok. Já, Óþolinmóður þá, hvað bara... gagnvart einhvern veginn svona ef að hlutin eru ekki að ganga upp. Já, Þú veist, og svona kannski allir eru ekki á sömu blaðsíðu og að það bara svona, þú veist, mér finnst svo augljóst kannski, þú veist, að bara, hei, erum við að grínast? sjáum þetta ekki. Já, bara hvað, hei, gerum þetta bara svona? Já. Þú veist, okkur gerum þetta ekki bara svona, eitthvað? Ok. Það er kannski það, eitthvað, styrkleiki, ég bara, þú veist, ég held ég sé bara, ég veit það ekki með, segðu þú mér. Hvað, ég veit það ekki. Ég var spennt að heyra hvað þú myndi segja. Já, ég veit það ekki, þú veist, helsti styrkleiki minn. Það sé ekki bara svona, þú veist, hver svona fljótur að átta með aðstæðum og svona kannski stýring og leik kannski. Ok. Nei ekki, brágett. Við skulum taka það. Já. Hver er erfiðasti andstæðingurinn þinn? Ég vil fá einstakling og lið. Núna. Já, það er bara í gegnum tíðina. Eða, annarkvort, hvort er það? Ok, núna. Núna. Já, ég er alveg svo nýkomin út aftur líka, sko. Þannig að Ég hef eiginlega átt að senda þennan spurningu þetta er hrikalega spurninga þér. Erfiðasti andstæðingur og... Nei, það frekar svona í gegnum tíðina, kannski. Já, ég hef hugsað þannig. Já. Það er svona einhver sem poppar upp. Já, mér finnst alltaf erfitt að mæta Kíl eftir ég fór frá þeim. Já. Já, þú veist, ekki endilega tilfinningarlega þannig heldur líka bara, mér finnst þér alltaf einhvern veginn svona, já, það var bara, þá skildi ég svona áruna, þú veist, það var svona áræði Kíl, sérstaklega ég var hjá þeim. Það varst oft búin að vinna leikina bara, þú veist, í uppbytun. Já. Þú veist, og það var einhvern veginn, við vorum svo mikið eitthvað að mæta Já, núna finnur það. Já, svo fann ég það eftir ég fór frá þeim. Ég var kannski í miklu betra liði. Já. Leikmennir. En það var bara eitthvað svona... En það var einhver ára hana, sem að var, já, maður þurfti að brjótast í gegnum, sko. Já. Voru þeir Kíl, eru þeir eitthvað sérstaklega að berja á þér eða? Nei, það er ekki þannig. Nei, eru góðum. En leikmaður? Já, sem er svona... Ég hef ekki átt í neinu vandræði með einhvern leikmann. Okay. Nei, ég er að djóka, róleg. Hvað er ég að bara Þetta var óþolinmóðin í mér. Já, ég veit, bara ok. Ég er bara eitthvað, oh my god. Nei, Ok, engin poppar upp. Nei, ekkert svona þannig eitthvað sem að þetta er henni strax, sko. Ok, er einhver leikmaður sem þið finnst alveg ókslega gaman eða gott að spila með? Svona þeir eru bara algjörlega á sömu bylgjulengt. Eitthvað sem poppar upp hjá þér? Já, ég er rosa gaman að spila með línumannum sem ég er að spila með núna í Vestbærum, Fabregas heitir hann. Ok, og þið eru með eitthvað svona tengingu? Já, við spilaði með honum í Barcelona mitt líka, Frakki. Já. Hann er bara geggjaður. Og bæði vei, mér fannst ógeðslega gaman að fylgjast með þér senda línuna í HFA. Já. Maður sá náttúrulega hvað hann bætti sig mikið. Og maður sá, sko, þú varst að stýrunum og svona, ég hafði svolítið gaman að því. Ég veit að hún fannst hann alltaf geggjað, sko, hann er líka búin að bæta sig ótrúlega mikið eftir að þú kom. Hvernig er þegar mætir í nýtt lið og nýtt tungumál, eða tala bara enska kannski, eða? Í Ungverjalandi til enska, já. Ok, en þetta, þú veist, sömu kerfi allstaðar, eða ertu ennþá alltaf að læra einhver ný kerfi? Er ennþá þetta að finna upp handbolta? Nei, þú veist, þetta er búið að svipað, sko. Grunnurinn og allt það er eins allstaðar. Já. En svo ertu með svona ákveðnar áherslur sem að bara er einhver svona smáatriði sem að, þú veist, hann kemur kannski frekar hingað en hingað, eitthvað, einu lengra staðin fyrir, þú veist, þanga. Og
það er ekkit, já, nei, það er ekkit verið að finna pjóli í þessu, sko. Nei. Þannig að, þú veist, ef þú ert bara, kemur í nýtt lið og er bara, þú veist, með full fókus í, þú veist, viku 2, þá ertu bara komin inn í það, sko. Ok, og hvað finnst þið skemmtilegast við handboltan? Vá, það var ekkert eðlilega þreyttur á þessari spurningu. Bara really Silja. Nei, herðu, Já, mér er skemmtilegast við handboltan, já, herðu, ég held að það sé þannig, sko, og það er einmitt þetta. Það er, þú veist, það er, þetta hugsa bara. já, Ok. það þarf, sko, Já. Það er þetta eins og hefur verið nýbúin að segja eitthvað. já, Já, ég var að fatta það. já, Það er eiginlega þetta, sko, hvað það er ótrúlegt, sko, hérna, hvað einmitt, sko, þú veist, öll í heiminum er að spila svipað eða sömu kerfi en samt einhvern veginn, þú veist, hvað skiptir miklu máli, hvað leikmenn, hvað er mikil ábyrgð sett á leikmenn við að execúta kerfin, skilur, ok, þú veist, að því að það er ekkert í handbolta sem að kemur vörnum, sérst, sem kemur einhverjum á óvart, næ, mitt. þú veist, þannig, Já, þú veist, en þetta er bara spurningum hversu góður ertu að execúta það. já, einhver svona litlar áherslur hann Já, á milli. svona tímasetningar og staðsendingar sem að bara skipta svo miklu máli í þessu. Já. Þú veist, þeir sem eru bestir í því, þeir eru bestir, sko. Hvað ráð hefur fyrir næstu kynslóð? Já. Já, Uh, herra fyrirliði. já, herra fyrir. Það þarf að vera eitthvað flott svar hér, sko. Já, þú veist, ég er með bara á unga, þú veist, krakka á þetta, bara ósér hlífin, sko. Ok, Það er bara, já, það er eiginlega sem að það orð finnst mér æðislegt, sko. Að vera einhvern veginn, já, bara ósér hlífin, bara að vera, þú veist, þetta eins og ég talaði við í byrjun með þessar aukaðingar af mér, það er urðu, þú veist, ég gerði það mikið að því og fór það langt að það var örugglega óhollt fyrir mig, já, líkanlega, já, en andlega geðveikt, já, stiltiði þar. að bara, þú fórst yfir grensuna, Já, skilur, og ef þú ferði einu sinni yfir grensuna, einu sinni tvisvar, að þá, þú veist, hefur upplifað það, þá er auðvelt að ná í þessi 100%, sko, ef þú farið í þessi 110%. Þannig að, hérna, ég segi það, sko, og ef þú ætlar að taka þér eitthvað, þú veist, fyrir hendur, að þá bara, þá var þetta, þessi ósér hlífni, bara all-in. gjörsamlega all-in, já, og meira, sko. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þannig virkar þetta, sko. Þetta er bara work, sko. Ef þú horfir núna tilbaka, myndirðu gera eitthvað öðruvísi? Þú veist, er einhver mistök á leiðinni sem að þú hefur kannski vilja breyta eða eitthvað slags? Það var geisp í bæjarbakari. Sýkufall. Já, maður alveg. Já, allir bara, þú veist, myndi ekki mæta á þessu æfingu en að vespra með eitthvað, sleppa við þetta þriggja mánaða rugl, sko. Þú veist. Drama. Já, allir það ekki. Ok, en hvernig tekstu við mótlæti og ertu búin að breytast eitthvað svona hvað það varðar í gegnum tíðina? Nei, ég held ég hef alltaf tekist á við að svipa, sko. Það er bara beint í gymmið, sko. Já, en ekki öfugt jólatrí. Það er ekki búið. Nei, ekki öfugt jólatrí, sko. Nei, það er bara, þú veist, mótlæti. Ég meina, þú veist, þú talar um mótlæti, skilja, kannski að tala um, þú veist, einhver ósigri inn á vellinum með eitthvað svo leys. Þá er bara ekkert frí, sko. Nei. Þú veist, þá, hvað sem það er og þú bara, þú verður vondu við sjálfa þig og mér finnst það líka alveg vera, hérna, ákveðin punktur sem maður þarf að vera til að byrja með. Já. Og hérna, og bara passa ekki og lengi kannski, vondu við sjálfa þig. Nei. En sama, þú þarft að vera það og þá er það einmitt þetta, þú bara ferð af stað og passar það, þetta kemur aldrei fyrir aftur. En hefur þú einhvern veginn þurft að vera á bekknum eitthvað meira en þú veist, það voru ósáttur við að vera of mikið á bekknum eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það komast ekki í liðið og... Blessuð verður maður, ég var brjálaður út í Alfreð þannig fyrsta ári, sko. Já, þá varst það líka svo ungur. Já, ég var alveg... Og hvað gerður þau? Ég bara... Sannaði þig? Já, sannaði mig, en ég lét líka alveg mér heyra, sko. Já. Þú veist. Hefur þú þóraði ef það ekki verið Alfreð, einhver Íslendingur? Nei, það er ótrúlegt að ég hafi þóraði
við Alfreð, sko. Það, Já, sérstaklega eftir því hvernig hann aktaði, sko. er hann stífur? Já, hann alltaf bara lét mig heyra það á móti. Ég átti ekki breyk þar, sko. Var þetta ekki bara svona father-son Jú, örugglega eitthvað svo leið, sko. Það, já, ég var alveg, þú veist, eins og ég var að tala um þessa veggi sem ég hljópa á, sko. Já. Það var alveg þarna, sko. Já. Hann voru nokkri veggir. Já, blessu verður maður. Ég, eitthvað, þú veist, ég ætla ekki að segja, ég kannski hafi látið hann heyra það. Nei. En samt, þú veist, gekk, Á hann. já, þú veist, steig á hann. Já. Það bara, þú veist, ég lærði það fljótt, sko, að það gerir ég ekki, sko. Fáðið sæti væni. Já, þá bara, þú veist, þá mætti hann bara með, þú veist, bókshanskana og ég bara, akkurat, ok, flott, sko. Já, ég bara þegi næst. Já. Herri, ég með geggja spurningu hérna. Hversu mikið hefur þú þurft að hafa fyrir líkamlega forminu ef þú ættir að staðsýta þig og skala milli Ivan og Balik og Guðjón Vals? Og það, ég fekk myndir sendar, sko, og hann með sígarettu. Já, akkurat. Já, hann var samt, sko, hann var ekkit slæmur fysikal, sko. Hann var með bumbu. Ekki þegar hann var upp á sitt besta. Var hann ekki Króatíu? Jú. Já, hann var með bumbu. Ok, kannski, ég man allan eftir því. Kannski í lokin. Já, kannski man ég bara eftir því. Nei, sko, Gaui 10, þú veist, já, hvað ég þurfti að hafa fyrir því? Já. Ég hef alveg, þú veist, ég laði góðan grunn hana þegar ég var ungur og svo hef ég hef alveg þurft að hafa, þú veist, mér finnst það samt ekki að vera að tala að hafa fyrir því, þú ert bara, þú veist, ég hef ekkert átt erfitt með það af því að ég hef, þú veist, hvað ég segja, þú veist, gert það og auðvelt fyrir mig að gera það. Já. Eða skilur, þú veist, þetta er bara hluta, þú ert að halda þér í form, eða skilur, þetta er vinna inn og hérna, þannig að, já, ég hef ekkert átt erfitt með það, sko. Nei. En ég hef aldrei komist í gaujaform, sko, það er ekki verið aðeinslegur. Nei, það var mjög gaman að þjálfa hann, sko, það var alveg sama hvað maður hendi í hann. Já. Hann var hjá Barcelona og þá var ég að senda honum, sko, liftingaræfingar. Já. Og svo senda mér vídeo og þá var Barcelona liðið að gera æfingarnar. Já, það eldan allir. Þetta var svona allstað, sko. Ég veit að, mér varst það svo geðveikt gaman hann. Ég er bara, ég þjálfa Barcelona, elska mín. Já, hann alveg svakalegur í þessu, sko. Herðu, og svo er það svona nokkra hennar lokaspurningar. Hver eru næstu markmið hjá þér? Þá í handboltanum. Já, ætla það ekki. Já, það er að vinna meistardeildina einu sinni í bót og medalíu með landsliðinu. Bingo. Hvað langar þig að gera þegar þú er stór? Já, það er frábær spurning. Það verður eitthvað ekki tengt handbolta. Það ekki? Nei, ég held ekki. Eitthvað sem að þetta eftir í hug? Nei, ég er nefnilega voðalega opinn hana. Ég hugsa að ég vilji fara alveg í eitthvað, þú veist, annað, sko. Það var mér næsta spurning, ætlar að fara að þjálfa, langaði það? Nei, ekki ennþá. Nei. Eitthvað sem þú sérði eftir að hafa ekki gert eða farið? Nei. Ef þú horfir yfir ferilinn, á hverju ertu stoltastur? Þessi andadráttiðinn, hann mun heyrast, sko. Já, flott. Þetta var mjög djúpt. Já, Stóru lungu, ég er alveg 6 metrar örgulega. Nei, ég þarf bara að drífa mig að finna svar, þú ert alveg kolvitlaus undan móti. Ég ætla að segja bara að hafa haldið mér á þessu leveli í öllu þessu ár, sko. Já. Já, ég er eiginlega stoltastur af því, sko. Það er bara... Verið en svona mörgum árum seinna, en þá á toppnum. Já, hafa aldrei einhvern veginn farið niður, skilurðu, þú veist, ég fór í íslensku deildina á milli en það var, þú veist, annað, en ég er að segja, þú veist, að hafa byrjað þarna og haldið sig þar, sko, það er bara, já, ég er frekar stoltur af því, sko. Já, ég myndi alveg skilja það. Hvað sérðu fyrir að vera lengi í handboltanum? Núna er ég með samning til sumarsins 26 og nú er þetta ekki lengur bara spurning mig. Nei. Þú veist, hvort ég haldi áfram í handbolta eða hvar ég verði eða hvernig það er. Þannig að ég, þú veist, eins og staðan í dag er ég að fara að spila handbolt til 26. Ég er ekki búin að fá neitt annað tilboð.
Nei. Þannig að ég geti ekki svaraði, sko. En ef þú ætlar að vinna metalíu með landsliðinu, þá Já. verður nú nokkur ári viðbót, sko. Já, annarkvort þar ég 2 vikur í viðbót eða ár. Ok, Þannig að, nei, ég það eins og ég segi, ég er bara ekki, Nei. ég er ekki með svarið, sko. þú ert voða Getur vel- chillaður. Já, ég getur vel verið ég hætti 26, getur vel verið að þú sér með Ólympíuleikunum í LA, þú veist. Ég bara, ég hef ekki hugmynd, sko. Ok, herru, ég er með lokarspurningin og ég, mér finnst nú svolítið skemmtileg. Hvað setur í bragðari við þín? Ég set þrist, dæm og turkish pepper. Hokkipúlver eða Sko, brjóstsykurinn? Býta eins, nei, jú, brjóstsykurinn. En svo pöntuðum við daginn á einhver ísbúð sem var með sko hokkipulver ís. Já, þú veist, þegar sett og blandað í það, sko. Já. Já. Og svo farið að velja 3, eða hvað? Ég tek það alltaf Nei, ríkala. ég prófaði líka lakrís í daginn. Já. Það var ríkala gott, sko. Út í bragðari? Já, Ok. geðveikt, sko. Ég vil ekki sjá ávegst í þetta. Já. Bara ekki sjá það. Það er bara þú ert að fá þér eitthvað óhört, Já, þú ert bara það- all in. Ég er ekki að fara að setja jarðabir í þetta, þú veist, ég er bara að borða jarðabir í hádeginu, þú veist, eftir matinn og eitthvað, sko. Það er bara, þarna er bara súkkulaði og eitthvað gott, sko. Ok. Loka skilaboð til íslensku þjóðarinnar fyrir HM. Já, jákvæða ströma. Já, Við, maður finnur fyrir því, sko. Maður gera það ok. og sama hvað einhver segir, þá lesum við alveg og kíkjum og svona. Þetta er núna bara kontradikta allt sem þú sagðir á þann. Bara verið næs. Já, við erum rosa næs. Nei, bara jákvæða ströymar, skilur. Já, ok. Það er að því að það er eitthvað, þú veist, Er eitthvað að gerast? já, þú veist, þetta þarf bara að gerast, sko. Já. Þú veist, Snorri talaði að snjóboltinn þyrfti að fara að rúlla. já. Heldur að hann sé að leggja staða? Já, þú veist, ég get ekki sagt hvort það sé núna eða eftir ári eða hvernig það er, þú veist, ég vonaðist til þess að vera í fyrra og eitthvað, en við erum að gera allt til þess að hann fara að rúlla og ég, þú veist, ég allavega persónulega er vel mótiður, sko. Ok. Ég var að segja það sem loka orð. Já, það hljóma vel. Ok. Herri, ég bara þakka þér fyrir að koma og lappa hérna upp brekkuna til mín og blóta því því að það er svo kalt úti. 3 mínútur. 3 mínútur. Herri, við þökkum Auði, Hafi fiskverslun, Lemon, Nutrileng og Bæjabakari. Hei, góðan dag. Þetta var geggjað. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Gleðin með Silju Úlfars.